Djöfull spenntur í dag, strákar. Við mistum út viku og ég er bara svona hlakkað í mér að koma inn í dag. Ég veit af hverju. Af hverju? Varstu að horfa á Hlynn Bæringsauglýsinguna? Já, hún náði mér enda. Já, ég vissi það. Ég sá hana og hugsaði með mér, yes, hvað ég er spenntur núna. Já, það styttist. Ég vil hvetja þá sem eru ekki með í mynd að kveikja. Það er gödurstrákar lúka strákunum. Andrökkari. Já, við erum dýraverðir. Black on black, hettupeysa. Þetta eru þið harðir, maður. Já, við reynum okkar besta. Mjúkir innan, harðir utan. Við erum á 5. degi í Myndkaup Arena. Ég hitti Kjartan Ragnars, hann sagði buy the dip. Hann sagði buy the dip. Og það er það sem ég ætla að gera. Og ég ætla að nota Myndkaup til að gera það. Ég ætla að nota alla mína Epic Bet vinninga, ég gera það líka. Ef allt vinnur helgina, tegum við The Profit, setjum við Myndkaup. Já. Kaupum Ethereum og Bitcoin. Bitcoin. Það er bara planið mitt. Sammála manni? Já. Ég er svona helming af gróðunum, ég þarf að dreifa áhættunni. Tek helminginn af gróðunum, Myndkaup, helminginn, ég er næstu bett, skilur. Já. Akkurat núna Já. er skemmtilegasti partur á tímabilið fyrst mér. Það er rétt fyrir playoffs. Já, febrúar búinn, Já. 3-4 umferð eftir, lokaspretturinn, Já. bara að birta til úti. Það er 3 vikur í þetta, sko. Já, en nú má tíminn hægja á sér. Ég elska þetta. Og líka allt sem er fyrir er búið. Þú veist, landsleikir, bikar, þú veist, svona allt annað er búið. Nú er bara þetta. gönnað á lokasprettin. Rönn og gönnað, jafnvel. Já. Eru þið búin að skoða, þú veist, hvaða leikir eru eftir og eitthvað? Já, svona eitthvað. Ég er svona vissulega meira búin að skoða einhverja ástæði í fyrstu deildinni, sko. Já. Kannski þegar Haukarnir eru þar. Ég var svona eitthvað að reikna út hitt og þetta. Já, en þú veist. Ég var að virkja minn innri frikka býst. En ég meina, hvað varstu að reikna út í fyrstu deild? Bara hvort Haukar ættu séns að fara beint upp, sko. Og hvaða liðið Höttur átti eftir og Sindri og... Og hver er niðurstaðan? Haukar þurfa vantarlega að vinna Sindra og þeir þurfa að vinna Hött og Höttur þarf að tapa fyrir Sindra. Og Haukum. Já, og Haukum vantarlega. Og með hversu mörgum stigum? Ég man ekki hvað Höttur er með miklu fyrir umfyrinni. Já. Hvort á Þetta er aldrei heimaleik. að fara að gerast. Hvort er Höttur Haukar? Ólíklegt, mjög ólíklegt. Hvar er Höttur Haukar? Er það fyrir austan? Já. Þetta er mjög ólíklegt. Höttur eru bara þannig rennir líka og... Höttur eru líka bara... Það er solid og... Nú er ég aðeins búin að vera að horfa á fyrstdeildina og þeir veikustu horfðu nú á Pjúristaleikinn í gær. Já, ég tók hann. Bettaður á hana? Nei. Við vorum á Snæfell Blues. Það var leikmaður í Snæfell sem að Medina lúkka bara eins og hann þurfti ekki að skjóta. Það er ekki Kaninn heldur hinn hérna hjá Snæfell. Ætor. Sálætur flakkað maður. Já, hann var í Blikum í fyrra. Hann er bara eitthvað ruglaður. Mikael Máni fann upp á honum og raka hann svo. Hann er með þetta... Það er ekki gaurið með dreddana. Nei, það var hinn. Þú hvað er að tala um bakvörðin litla? Ég er að tala um hana tvist-þristinn. Já, þú ert að tala um hann. Er það Kani höfð? Það er Kani þeirra. Hinn var í Kaninn. Nei. Hann er samt Kani með vegabréf, sko. Sálætur flakkað bullskotum. Já. Hann hittir þeim. Já. Mjög oft, eða veist. Já, hann mist hann... Hvað heitir hann aftur? Man ekki hvað hann heitir, Jomari eða eitthvað. Hann er búin mjög góð á tímabili. En hins vegar með að skallarnir enn eina ferðina bara skammast sín, sko. Því líka samansafn af fucking þroti, sko. Þeir eru held ég með versta Kana sem ég hef séð. Þeir eru bara með óagaðasta, mesta bullið sem ég hef séð. Já. Þeir fá sig 120 stig í hólminum. Í framlengingu, eða ekki? Alveg sama, þeir eru bara, þeir gætu mætt okkur eða þremur og einar með okkur og undir skora 100 stig. Það er að hlaupa upp og niður og gera eitthvað. Skora 100. Mögulega. Heldur Haukarnir farið upp í gegnum playoffs eða? Byrjum bara smá fyrstdeildar hjali því að það er umferð í kvöld. Þessi þáttur þetta kemur kannski bara út á föstudagsmorgni, þannig að það verður búið. Þetta verður svolítið bara milli, þú veist, eins og ég segi, bara ef maður raunsar, þetta verður svolítið milli Hauka og Sindra og svo er þetta matchup og eitthvað þannig. En er ekki Blikar líka svona að hóta það? Þú veist, mér finnst Blikar alltaf matcha mjög vel á móti Sindra, skilur, veit ekki hverju. Bara spila ágætlega vel á móti þeim og meðan mér finnst Haukar matcha bara mjög vel á móti Blikum og bara eiga það svolítið, sko. Já. Það er Haukar eru svona fully fit og matcha er náttúrulega bara vel upp á móti öllum því að þeir eru ótrúlega hávaxnir, sko. Já. En nema Hötti, því Höttur svolítið bara svona geta lamið á, sko. Já.
með reynslunni sinni. En þeir sem gera það við öll í deildinni, það er ekki eins og Haukar séu eina liðið sem gera það við, sko. Þannig að þú veist, já, þetta er svona mitt take á þetta. Þetta er þitt take. Fjölnir eru ekki að fara að gera neitt, Skallar augljóslega ekki að fara að gera neitt. Nei. Bara sýndu það bersýnilega í gær. Eitt með Fjölni, sem er þarna, svo sem þú varst með í Haukum, Sigvalda. já, og Viktor Steffens, nenna þeir þessu. Þú veist, vera bara svona miðlung sem það er ekki farið í góða útlendinga. Fjölnir voru mjög fínir framan á meðan þeir höfðu ótrúlega sett Óskar Jörgensen, sem er í fyrra, að muna bara það, sko. Það munar einn auka gæja sem getur eitthvað, sko. Ég held eins og Fótiós er hann ekki búinn að vera bara eitthvað, er hann bara orðinn bara svona gamall og lélegur eða er hann eitthvað meiddur eða ég meina eina sem ég sé er bara hann er alltaf að fá einhverja sektir 20.000 og 40.000 kallarnir. Já. Þú veist, ellilífeyrið hans er að fara í sektir til fucking KKÍ, sko. Það er önnur umræða með þessar sektir, svo sem. En hvort þið nennið þessu, ég held kannski að þeir hafi búist við því að það verði Luis Dianculo komið einhvern tímann inn, sko. Já. Hann kemur ekkert fyrir næsta ári. Þú veist, ef þeir væru með Luis Dianculo inn í teig og Óskar Jörgensen, Já, paldi bara væri með þá Kana. gætu þeir unnið alla, sko. Þeir eru sem í kanalösi, sko. Já, ef þeir væri með Kana. Já. Það væri bara erfitt að spila við þetta lið. Ég meina þeir unnu Hött í fyrstu umferðinni, einhvern tímann í byrjun, fyrstu 4-5 leikjunum, hökkuð þeim saman, sko. Já. Sér að Sigvaldi, sko, statið hjá Fjölni, sem stóð fyrir hæstur í öllum þörfrátum, Sigvaldi er efstur í öllum þremur sem helstu, stigum, frákostum, stóðsendingum, sko, sem er galið. En ég held að það sé sem bara ótrúlega, sko, bara allt frá Sigvalda, upp í stjórn, inn í balla þjálfara, það bara vita bara allir að það langar engum eitthvað að fara upp, skilurðu. Nei. Það fer útlensku leikmaður í burtu, það er ekki einu svona pæltið að taka einhvern annan inn í staðinn. Að því var spurðið, nenna þeir að vera í svona... Já, meinar það kannski bara aftur næsta ári? Deild. Ég held að þeir verði báðir komnir í úrvalsdeildarliðið næsta ári. Já. Ég ætla að vona það, því að þeir eru alveg nógu góðir til þess að vera í mínútum með fullt af liðum eins og bara... klárlega. Ef þú horfir á 7. sætis liðin og niður núna, sko. Og bara, þú veist, þá meina ég bara í byrjunarliðinu, sko. Datti Þórlákshöfn og Njarðvík og niður, sko. Getur verið í öllum þessum liðum. Er eitthvað meira í þessari fyrstu deild? Fallbaráttan, hún er að verða svakaleg. Hún er mjög svakaleg, ég veit. Þar eru við með Hamar og Þór Akureyri og Fylkismenn. Þór var skipt þjálfara. Já, Richie er farinn. Var að taka við Albaníu. Já, verður samt ennþá með yngjurflokka. Aha. Já, bara taka flottir yngjurflokkaþjálfari. Hvað veit ég ekki að þjálfa meistarflokk. En já, kannski bara, auðvitað bara er það þjálfara alltaf, kannski er ánægð með hana. Það stóð allan í tilkynningum frá þeim að hann yrði áfram með yngjurflokka, enda mikil ánægja með hans störf þar. Já, sem bara gott og vel. Hvað er þá ekki ánægða með hann á meistaraflokksleifili þá eða? Greinilega ekki. Það er einu ég er að spá, okkur geta ekki verið meistaraflokkin líka. Men það er Þór Akureyri Hamar í kvöld, ef að Hamar vinnur. Við höfum nú sjálfur séð hversu krefjandi þetta landsliðsþjálfara gekar. Spilað 4 sinni á ári eða eitthvað. Já. 4 klukku á ári. En þetta er svona alvöru fallbaráttu leikur í kvöld, Þór Akureyri Hamar. Þór Akureyri geta farið upp í 4 sigra og skilið það svolítið eftir. Já, þeir eru jafnir núna. Já. 6-6 og Fylkir með 4. Já. Og Fylkir á þessum leik sem þeir geta unnið í kvöld, sko. Já, Selfoss. Já. Það er smá svona, það verður einhver glóriseðill með Fylkir-sigur í, eða ekki? Ég er með plúsinn allan í seðlum, sko. Ég held að einn með Fylkir-sigur. Ég minnst það ólangt selst, sko, persónulega. Ég bara, það er... En það allt getur gerst. 10 evrur, skilur. Ætlar þú að vera gæinn sem að setja ekki á Fylkir-sigur? Alltaf erfitt að fara á dúkinn í Árbænum. Já, þú veist, Fylkir getur unnið Skallagrím alveg svo Snæfell, sko, en ég held að vinna ekki Selfoss. Selfoss eru bara svo ólsegir. Þeir eru ólsegir. Þeir spila mjög viltan körfubolta. Já. Fullt af svona... Mér finnst þetta bara að hafa gert ógeðslega vel á tímabili. Já. Með við mannskap og hóp. Þú þeir eru með... Colin Bræor. Já, 2 útlendinga og pluss Colin. Já. Svo bara eitthvað gutta. Já, já. Bara unga Selfyssinga. En þú veist, mér finnst það bara mjög vel gert hjá þeim einhvern veginn. Hvað stöðu þeir eru í þarna deildinni? Maður bjóst ekki við neina þeim, sko. Sammála því. Ekki neinu. En Hamar Þór Akureyri, eða Þór Akureyri Hamar er leikurinn í kvöld svolítið, sko. Þar verða augu allra landsmanna. Ég ætla hana svona veikumannana. Já. Það verður KKÍ TV. Ég hló svolítið að KKÍ TV fyrst. Þetta er svona úrslega næs. Þetta er algjör snillt. Já. Maður er bara að horfa á eitthvað alls konar þrótt, bara eitthvað, hvernig sem mann dettur í hug. Þetta er mjög næs, sko. Það þarf svolítið að venjast
fyrstu deildaboltanum, taka hann í sátt. Ég, Ég horfði á Snæfell Skallagrímsson, ég var svona, Já, ef þú hefur ekki að horfa á hann síðustu ár, þá Já, þarftu að venjast ég var svona, en ég ætla bara að taka hann eins og hann er, já, bara ég er nefnilega, mikið að bulli. já, ég er nefnilega bara komin þangað eftir að hafa hort aðeins á fyrstudildina núna að bara, mér langar bara að fara að þjálfa í fyrstudild, sko. Þetta er algjör helvitis veistla. Já, þetta er það. Það eina sem fór í töðunum eins og með Skallagrím, hvað heitir hann að hvað heitir Matt Treacy. Já, til hvers ertu með svona útlending? Ég skil það ekki. Hann er ekkert eðlilega hitinn. Nei, Jésús. Já, Írskur landsliðsmaður. Já, ég bara vertu með einhvern íslensk. Mér finnst fyrstu deildin komið með svona gaura, það eru mörg lið með eitt svona einhvern bullara. Já, Slepptu þessu, vertu bara með, hljótum í fyrstu deildin geta verið bara með einhvern Íslending hann að. já. Sko, ég var að spá með fyrstudildina að þú veist, í úrvalsdeildinni, svona pláss fyrir mistök hjá bara ungum leikmönnum og íslenskum leikmönnum og svona alls konar fyndnum leikmönnum. Það er ekkert pláss fyrir mistök, fattar þau. Þú bara svona, þú fokkar einhverju svolítið mikið upp, þú færð ekkert að koma aftur inn á, þú veist, það er komið 10-0 sprettur frá tindastóli í andlitið á þér eða eitthvað. Þú bara færið ekkert room for mistake í úrvalsdeild. Í fyrstu deild. Sást bersýnilega þegar þeir fórum yfir uppalda, semst leikmenn, topp 3 í öllu liðun. Einmitt. Að Sindri var bara með betra heldur en mörg úrvalsdeildarlið sem eru hann í dag. Og það er bara ástæðan fyrir að fá að gera mistök í fyrstu deild og fá að spila bara frá þeir eru 16-17 ára, sko. Einmitt. En bara svona, svo horfum við á fyrstu deildina, alls konar leikir að fara bara eitthvað 105, 110. Þar er sko pláss til að gera mistök. Já. Það er bara, þú veist, það er 58-52 í fyrri hálfleik. Hvað held að leikmenn Skallagríms voru búin að gera mörg varnarmistök í fyrri hálfleik ef að Snæfell skorar 58 stig á þig? Það er heldur mörg vinnur. Það er svona 40-50 mistök því ekki hitta þér alltaf, skilur úr færunum. Já. En jú, þú spilar samt aftur fullt í seinni hálfleik, skilur. Þannig að ég hvet bara alla sem að vilja gera mistök til að fara í fyrstu deild. Ég er að rekrúta í lið sem ég ætla að þjálfa í fyrstu deild, ég veit ekki hvaða lið það verður. Við getum tekið það saman. Já, fara yfir heiðina, taka það hamar á Daðaberg, lort þar meira á sig eða? Þeir fallar, jável, þannig að, nei, kannski taka Fjölni eða eitthvað? Já, að balla. Getur ég gert þannig? Það er bara með balla. Já, það. Þá er gaman liðspartíum. Pældi hvað er sniðugt að slíta nokkra 100.000 kalla bara við að hanga út í íþróttahúsi á kvöldin. Engin pressa að gera neitt, mæta, spila bolta. Engin vill verða betri, engin vill komast upp. Aldrei hætta að falla því að þú ert með nógu gott lið. Þetta er eitthvað auðveldustu 3 kúlur sem þú getur náði í á ári, sko. Já, þegar þú segir það svona. Farið bolla með félaginum og mætir út í íþróttahús. Þegar þú segir það svona, varst að selja mér þetta, sko. Þetta er ákveður það sem ég finnst leiðilegt við íþróttir, ekkert undir. Já, ég veit það. Og þetta er leiðilegt. En ég meina lið í fyrstu deild sem eru með góða leikmenn en vilja ekki komast upp, er það ekki bara basic lífið eða? Ég myndi ekki nenni því. Þetta eru alltaf þunglind, sko. Já, ok. Hendum okkur þá í næsta topic dagsins. Ég var aðeins að skoða fyrstdeildina, úrvalsdeildina fyrirgeðu og þarna aðeins bara svona hvernig staðan er og hvað er mikið eftir og eitthvað svona. Og mér langar eiginlega bara að hnoða í bara að loka spá okkar hvernig þetta endar héðan. Og ég meina Grindavík eru orðnir deildarmeistarar. Já. Það er bara, þú veist, þeir eru aldrei að fara að tapa bara eitthvað 4 leikjum af 4 eða 3 eða 3. Þannig að bara til hamingju manni, svo erfiði. Svo tilgangslausi? Nei, svo erfiði. Ég tekið tilbaka, það er alveg í dag krúsjál að hanga á heimaleikjaréttinu. Svo erfiði vinnur. Ég meina það er smá ótrúlegt að miðað við allt sem Grindavík hefur farið í gegnum í vetur, að þeir eru bara með 2 tapleiki. Já, margir leikir þar sem leikmenn hafa verið frá, eru átt lygilega sigra. Það er bara ógeðslega vel gert hjá einhvern veginn að klára marga leiki. Já, þeir eiga nokkra lygilega, sko. Nei, ég meina Kane er búinn að vera bara eitthvað Kane-legur, skilur við, bara átt hér og þar. Já. Skiptum Kana. Óli er búinn að vera bara frá í meiðsli alveg af og til. Arnór Mortens var ekki með í síðasta leik. Nei, Breki heldur minni mig. Arnór dettur út, Kristofur Breki dettur út. Þeir var tóknar að kálfa báðir. Þjálfarinn dettur út, Pavel mætir. Kane verið meiddur. Já, þannig að þetta er svona... Þetta er lygilegt staðan sem lið er í. Já,
Pargo einhvern veginn kemur eldgamall en miklu mjórri en síðast. Miklu betri en síðast. Miklu mjórri og betri. Það er ætlaði ekkert að láta hann spila svona ógeðslega mikið í byrjun í fyrstu 2 leikjunum. Þau urðu bara að gera það því að voru svo miklu forföll. Svo koma næstu liðistrákar. Þetta er Stjarnan Tindastóll, eru þarna með 13 sigra. Þú veist, endar þetta ekki bara svona? Jú. Ja, stólar í öðru eða ekki? Já. Og ég veit að KR til dæmis, ef þeir vinna Val og Tindastóll tapar á móti Grindavík, KR Tindastóll er loka leikur. Þeir gætu hoppa upp fyrir þá. Já. En það þarf alveg margt að gerast. Það þarf alveg margt að gerast, sko. Þeir ná alltaf stólun. KR líka... Þeir eru þá, það stólar unna með einhverjum nokkrum stigum fyrir leiknum. Ég sé bara þeir náðum alltaf í stigum. Þeir eru meira en einu leik eftir þeim. KR að fara í erfiðan leik líka. Þeir eru 2 leikjum eftir þeim. Já, ég segi það. KR að fara á Vals útivöll líka á laugardaginn. Já. Getur alveg droppa honum líka, skilurðu? Já, þetta er bara jafndeild. En þetta verður hana í, já, þeir verður hana í kringum þetta. Já. KR verður í topp 5. Og ég, afsaki. Já, Rússlenda er ekki bara í 5. sæti, ég meina, sér það að fara upp fyrir Val, eða? Geta alveg, skilur. Já, geta alveg. Geta líka alveg náð þessuna stjörnunni, sko. Ég meina, við erum að spá hérna, ég meina, ég veit að allt getur gerst, en við erum að fara að reyna að predikta hvað er að fara að gerast. Þetta enda bara akkurat þess að þetta er núna. Aha, Já. Stjarnan númer 2, Tinda númer 3, Já. Valur, ég held að KR fara upp fyrir Val, þeir vinna það núna og Valur fyrir niður í 5. sæti. Ætlið að mótmæla því? Nei, ég er sammála þessu. Nei, það er bara mjög fair, Þeir ekki KR upp fyrir Val og lendir í 4. sæti? Jú. Sem að þýðir samt bara að við fáum KR Val, sko, í fyrstu umferð, sem er drauma, breytir engu, sko. sem er drauma serían okkar allra. Sko, Keflavík 6. þetta er orðaðilega svona, IR Álftanes 7, Njarðvík 6, Þór Þ 5. Kef eru pikkfastir þarna í 7. sæti. Kef eru pikkfastir, sko. Já. Þeir eru hvorki fyrir upp niður. Það er fá Tindastól En og þetta er hana 7, Sturluser í sumafrí. 7 og niður. Mm. Langar sé bara niður í Þorlákshöfn, sko. Mm. Mér finnst þeir bara orðnir svona árennilegir að þeir geta tekið létt rönn, lalla rönn í lok tíðanbils og slegja sig, sko. Sko, við stoppum mjög Keflavík í 7. sæti. Afsakið. Förum þá að neðan frá upp, eins og Ok. þú gerir það heima hjá þér. Já, ég byrja alltaf að hitta. Hérna, Skaginn, eru þeir, ég meina Skaginn vann í síðasta leik, eða ekki? Var það ekki mútið Keflavík í síðasta leik? Keflavík, heima. Stóri kallinn kominn tilbaka, nú er hann búinn að hvíla sig í viðbót í landsleikjapásunni. Þú veist, eru þeir að fara að falla það? Erum við í Ármann í að ennþá bara í fallsætum með það? Mér finnst í að vera að fara í hálfgerðan úrslitaleik á móti IR Já, sem er næsti leikur. Þeir verða að vinna þann leik, finnst mér. já, Mér langar ekki að neyta sem liðið falli. nei, en það er bara því miður er lífið þannig. Ég er alveg sammálað. Mér finnst það er ekkert lið eitthvað. Mér finnst öll liðir hafa gert ógeðslega vel með hvernig þetta hefur byrjað Draumur og Álftanes myndu að falla fyrir mér, en það er annað. Já, Það er svona eins og að fólk vonar að Tottenham falli í Já, en já, Keflavík alltaf sem hættilega falla fyrir mér, sko, en það er ekki hvað að gerast. ég veit eins og í að þeir hafa hent öll á borðið þetta tímabil. Rúmlega það. Hann hefur fengið bakka frá stjórninni, alltaf stjórninni að bæta við leikmanni. Þeir eru komin alveg Hann er lið alltaf núna. að púsla samt í vitlaust lið og vitlausu tímapunktum. En núna eru þeir komin með gott lið. Já, ég veit það, en ég er svo fastur í ákveðum reglum, bara 2 fimmur inn á vellinum bara finnst mér ekki passa í íslensku Ívar er körfubolta. alltaf ekki 5, sko. Hann er víst 5, Nei, hann er nei, ekki nei, fjarki, nei, hann nei, er of, nei, nei. hann er bara 29 ára, það er eins og að sé, Hann er hittinn 5 á 56 ára. Íslandi. Ok, já, hann er 5 sem getur skotið þá, eða? já, hann er, Og alveg með gott skot, þeir eru náttúrulega ógstað, þeir eru báður ógstað talented, en varnarlega er bara, þeir tveir. Þeir eru 5 varnarlega, ég er sammála Þeir eigi því. ekki að vinna leiki með þá 2 inn á, varnarlega. En eru þeir nógu góðu sóknarlega til þess að það trompi vörnina hjá sér? Ég meina, hvað eru þeir að fara á móti í næstu umferð? Þeir eru að fara á móti Mango IR. Tjotni og Mate Kavas. Mate Kavas sem hefur verið verri en enginn hérna bara eftir hann kom, sko. Þá er Falkó bara að ráðast alltaf annan hvort þeirra. Falkó bara þarf að fara að skora þá eitthvað aftur. Hann var ágætur mútið Grindavík, skaut loksins. Ég meina, höldum okkur við efnið hérna. Já. Við líður eins og ég að stjórna hérna Kastljósþætti og þið eru hérna Sigmundur Davíð og Bjarni Ben. Hver eru að fara að enda í fokkin 11. og 12. sæti? Njarðvík og Ármann. Ég segi
Af hverju, finnst það galið eða? Ég segi já. Njarðvík og Ía. Nei, Njarðvík og Ármann. Ég meina þið eru mjög ósammála, ég meina þú ætlar ekki einu svona að fella Njarðvík, nei Ía. Ég er að setja í varst ekki að byrja neðist, eins og Steinar gerir alltaf, byrja niðri upp. Ég meina Steinar lætur Akranes ekki fallsæti, Nei, ég set þú lætur þú neðst. Ég set Ármann og Njarðvík. Ég er nefnilega held að hérna ármenningar, ef Brandon mættur aftur og þeir bjargi sér. Vá, við erum mjög ósammála. Þeir eiga 3 leiki af 4 leiki sem þeir eiga að geta unnið. Ég hef bara ekki heyrt þessi mættir aftur. Málið er bara að það eru 4 leikir eftir og Njarðvík er með innbyrðis og 2 meira, þeir eru ekkert að fara þarna niður. Þeir vinna ekki fleiri leiki. Þeir vinna Ármann á morgun. Mögulega ekki. Ég meina þú samt sko Ármann þarf að vinna sko. Þetta er meiri óskhyggja heldur en Ármann og raunveruleiki. Skaginn þurfa þá að vinna 3 af síðustu 4 til að fara upp fyrir Njarðvík. Þetta er meiri óskhyggja heldur en raunveruleiki. Já, þetta gerist ekki. Ía 12, Því miður. Ármann 11. Já. Nei, sénsinn hjá, Nei, Ármann lendir í 12. sæti. sénsinn hjá Ía og Ármann er Þór Þorláksson. Það er alveg rétt. En ég er svo erfitt með að sjá Þór lorta þessu, sko. Þór á, sko, Stjarnan, Ármann, Njarðvík, Grindavík, þeir vinna nú, Getur- gæti alveg unnið 2 af þessu samt sko. gæti unni 4 af þessu, sko. Grindavík, sko, Niðurstaðan okkar, strákar, er bara að þangað til að IA eða Ármann fara upp úr þessum fallsætum, þá eru þið bara þar. Já. sko þegar Grindavík í lokaleik, sem að Grindavík eru öruggir í fyrsta sæti, með deildamestartitil, don't give a fuck og hvíla alla görðunum sína, sko. Það er alltaf hættulegt, þú vilt ekki fara halturinn í úrslitakeppni, þú vilt enda þetta vel. Já, þú veist, ok, þeir fara þá í einu leik en allir á 50% hraða, skilur við. Langar þeim líka ekki að fella Guðmundsson bræður. Jú, örugglega. Guðmundsson ættinu öll í stúkunni og Bragi og Nei, ég segi Yngvi Þór Þorláksson. nýbúnir að rífast við Kane, heldur að Kane langi ekki Ég að sé að fella Þór Þorláksson á Grindavík í lokaleik. Já. Þeir ekkert unnið alltaf 4 af 4, Það sko. var nú hiti líka í Þorláksson Grindavík hérna síðast. Já, eins og alltaf. Alltaf hiti í þessum Grindavík-leikjum, þetta er náttúrulega, Blóðheitin anskotar. þitt er náttúrulega nokkla sálfræðinga í þetta lið, sko. Já, það er eitthvað. Svoleiðis. Herru, IA Ármann 11-12. Þú með það? Já. Erum við ekki sammála að Njarðvík detti þarna niður í 10. sæti undir Þór eða? Jú. Haldið að Þór geti farið í úrslitakeppni? Þeir eru með Já, 5 sigra á meðan Álftanes og IR eru með 7. Þeir geta það. Ég segi Heldur að þið gerir það? Ég veit að allt getur gerst. Ég held að gera ekki. Ég held að gera það. Ég held að gera ekki. Ég held að gera það að kostna IR eru búin að vinna 1 leik á síðustu 5. Ég held að gera það að kostna Álftanes. Þú eru Álftanes búin að vera liðlegir maður. Já. Holy fuck. Þetta er hryðjur. Haldið að Álftanes detti út úr play-offs? Já. Ég held að Þór Þorláksson ná að stela sæti. Aldrei vekja Gunnar Bjart. Eða einhver að vekja Gunnar Bjart. Ert þú ekki með, hérna, season bet? Þór Þorláksson playoffs? Jú, annars þarf ég að mæta einhverjum geta húligangarla á leik. Þeir verða að fara upp fyrir IR. Já. Nei, ég er með Þorláksson versus IR season bet. Ég er Aha. með alls konar season bet. Já, skiptir ekki. Sko, Álftanes segja Keflavík heima, IR heima, Tindastól úti, Stjörnuna heima. Þetta er 0-4 vinnur. Shit, Þetta er 0-4. þetta er gæti orðið 0-4. Þeir eru búin að það ömulegir. Já. Haukur er meiddur, allan ekki með þessum landsleikjum, byrjaði inn á í fyrirleiknum Það myndist ekki nára. og fór út í 30 tíma. sek. Hver haldið þið þá að endi í 7. sæti? Ég meina, IR eru 1 af 5 í síðustu leikjum, Álftanes get ekki neitt og Þorlákshöfn eru einhvern veginn... Ír verið 7. Já, ég held að líka. Okay. Ír eru bara, eins og við hefum alltaf sagt, þeir eru bara fokkin ólsegir. Þeir hafa samt bara verið alls ekki ólsegir. Sko. Þeir taka bara svona tímabil, svo bara allt í einu mætaður og vinna fokkin Tindastól eða Ertu búin að horfa á leikina? Grindavík eða eitthvað. Já, ég er búin að horfa á eitthvað. Ertu búin að horfa á leikina sem að... Þú varst að minnast á það, en þetta snýst bara um það hvort að hann rífi sig í gang og fór að skjóta eitthvað boltanum eða vera bara hann lélegir, sko. Ég til þess að ég fengi að velja Grindavík í fyrsta sæti. Ég væri mest til í IR í 8. frekar en Álftanes. Já, þið fáið Þór Þorlákshöfn samkvæmt okkar spá. Já, ég var frekar í IR heldur en... Myndirðu vel Ír frekar í play-offs? Já. Það er veiki, sko. Mér finnst bara, sko, Álftanes er með betra lið. Já, Samt ekki, sko. Þeir eru ekki með það. Rati á helling inni, strákar. Nei, Rati á ekkert inni, Þrákur Serban, þetta er bara búið. Þeir eru bara að hugsa um næsta sísón, sko. Já, þetta er bara búið. Og Keke er bara gjörsamlega búin að vera ömurlegur upp á síðan. Hann er búin að ógeðslega lélugur. Já. Þetta er bara andlega búið, sko. Hjá öllum, held ég, sem eru viðlaðnir þetta lið. Leikmönnum, stjórn og þjálfara, sko. Sko, miðað við, þá erum við að setja sko IR í 7. sæti, Þorlákshöfn
er svona svolítið djart að halda Þorlákshöfn fara upp fyrir Álftanes, sko. Ég held að Álftanes... Erum við að tala að Þorlákshöfn vinni 3 á síðustu 4 leikjum? Ég segi að þau unnu 4 á síðustu 4. Þeir eru ekki svona góðir, sko. Nei. Þeir eru búin að vinna 4 leiki bara í lífinu, sko. Ég segi þeir geta það. Þeir eru búin að miklu betri núna, eftir áramót, heldur en nokkuð tíma fyrir áramót, sko. Töpuðu fyrir Álftanes með 100 stigum daginn, sko. Þeir eru að fara að tapa bara næsta leik, sko. Stjarnan? Já. Án Orra? Já, þá kemur bara Jú. Gassets í byrjónlið og þeir eru kannski bara... Þetta getur það tapað. Þeir eru ekkert auðvitað, þeir munu tapa. En svo eiga þær Ármann, Njarðvík og svo Grindavík lokaleik þegar Grindavík eru orðin deildarmeistarar. Gerum þetta bara. Setjum bara Álftanes fyrir utan play-offs. Setjum Þorlákshöfn í 8. Ég meina, Álftanes þurfa líka kannski bara að fara, þú veist, sína eitthvað smottir til að maður nenni þeim í play-offs, sko. Ég meina, þú vilt að alla seríurnar séu skemmtilegar. Þú veist, Álftanes akkurat núna er bara að sína okkur minna heldur Þór Þorláksson og við nennum því ekki, sko. Grindavík Þór væri hlumist bara mjög góð sería, sko. Við erum að tala Grindavík. Það er mjög góð. Sko, meðan við þetta strákar, þá erum við að fá Álftanes og Njarðvík out of play-offs. Við erum að fá Grindavík, Þorlákshöfn í fyrstu seríu. Og Stjarnan IR, aldrei veikja mig. Bara 2 mjög góðar. Það eru, Stjarnan IR skemmtilegt. Já, mér finnst samt allir svo þeir mætast alltaf í 8 liða. Þess vegna er gaman. Það í play-offs. Það er saga. Það er saga. Já, það er saga. Ljót saga. Svo erum við að tala Tindastól Keflavík, það er líka saga þar. Tindastól mun eflaust skeina þeim. Já, en sagan það er svona, kannski Keflavík í Hag endilega. Ekki Keflavík í Hag. Nei, ég segi það. Alltaf með Keflavík, maður, þú veist, er Remi með, þetta er orðið leiðileg saga með það. Það er alltaf að spá í því. Og svo er þetta KR Valur. Sem er líka skemmtilegt. Hvað er líklegast að við fáum uppsett? Val eða? Hvað finnst ykkur uppsett í KR Val? Hvað finnst þér uppsett í KR Val? Er þetta ekki bara 50-50 sería? Jú, 50-50. Það sæti slá út 4. Það er uppsett. Nei, þetta er bara 50-50. KR er búin að vinna ykkur 8 leiki í röð. Uppsett væri vantilega IR að vinna Stjörnuna, það voru uppsett. Já, og Grindavík, Þór myndi vinna Grindavík. Já, mér finnst það minna uppsett, en jú, uppsett líka. Hverju verða Íslandsmeistarar? Hverju líklegastir í dag? Tindastól. Ég er bara að segja þetta allt tímabilið. Það er bara mjög ósamlega, það er ekki getað neitt. Sko, þetta verður, ég mun hljóma eins og sé ógeðslega, þið viti það að ég er ekki ruglaður Grindvíkingur, en Grindavík verða meistarar. Nei. Jú, með heimaleikjaréttinn. Nei. Pargo. Þetta er ef að Óli spilar eins og fyrirleikinn, þá getið þið orðið Íslandsmeistarar. Ég held bara að við verjum heimaleikjaréttinn, verðum meistarar. Verður spilað í play-offs í Grindavík? Já, sjálfsögðu, það er spilað þarna núna. Okay. Ég held að við aldrei segja þetta, en sem ég held með KR í þessu play-offsi, sko. Þú heldur með KR en heldur að KR getur orðið meistarar? Já. Hversu miklu máli skiptir fyrir Stjörnuna að Orri sé átt? Ógeðslega miklu. Já. Mér finnst skipta bara, mér finnst það semi-mikilvægasta leikmaður þeirra. Hann er svo góður off-ball varnarmaður, hann er besti svona hjálpar varnarmaður í deildinni finnst mér. Já, dekka alla. Já, þú veist, hann er svo krúsal að hafa svona gaur, getur skipt á öllu, svo má hann bara ekki, þú veist, maður er alltaf hrættastur eiginlega við Orra þegar maður mætir Stjörnuna, hann er bara búinn að skjóta 0-1 og þegar hann er on, það átti ekki break. Já. Líka bara því Hilmar hefur ekki verið það sannfærandi síðan að koma heim. Það er búinn hitt illa. Já, bara svona verið ragur oft og eitthvað. Hann er með þetta atvinnumennsku, svona að menn koma heim úr skóla, skástrík atvinnumennsku eitthvað inn í sér. Og svona... Breytist það ekki bara núna? Jú, ég held það. Hann er aðeins meira að spila líka með Orra átt. Mér finnst eins og og vinna í kassanum sínum. Þetta play-offs run hjá Hilmar í fyrra. Já. Mér finnst þetta að vera besta frammistaða hjá Íslending í finals. Samt var hann ekki MVP, sko. Nei, en það var bara skotin sem hann hitt einhver steppa. Það hefur einhvern Íslendingur í þessu hlutverki að gera þetta og orðið meistari. Það er langt síðan allavega. Kári Jóns. Já, Kári. Það er langt síðan einhver var það allavega. Sigtryggur Arnar kannski hjá Pavel. Nei. Í playoff runninu, jú. Samt bara með 16 stig í leik eða eitthvað, sko. Já, Hilmar var náttúrulega líka alltaf að sækja á köruna og fara einhvern veginn upp endi undir og línuna líka í... Það var bara sturla. Ég beið eftir því annarkvort Grindavík eða svo Tindastóll með Drungilas og Grikkina myndu lemja niður, hann bara fer alltaf á hringin aftur, sko. Já. Sem hann hefur gert minnað. Hann var verið að rægari núna, frá heim. Já. Örlítið rægari. Ég hef nú ekki trú á öðru en að það lægist. Nei, ég held það líka. Líka bara koma inn í bara fullmóta lið og koma bekknum og... Sérstaklega með Orra átt, það bara er meira pláss. Meira rými í að taka meira þessi. Já. Ég held að þeir verði líka endur nærðir síðustu 4 leikina. Ég held að Baldur er þannig þjálfari, hann er svona all in, allt 100%. Það er gott að fá pásu frá honum.
Já. og nú eru þeir alveg tilbúin að fara alveg Þeir all-in voru samt lokasprettin. allir bara með honum í landsliðinu, sko. Já, það voru 3. Þannig kannski eru gæðin á æfingunum búin að vera skrítin hér. Ég held að Giannis, hann þurfti aðeins að kúpla þessu út frá Baldri. En ég ætlaði líka að segja, sko, að, þú veist, það er svona smá breyting líka að, þú veist, það eru fleiri í stjörnunni í vetur heldur en þegar Hilmar var síðast. Þú veist, nú er Giannis að taka svaka mikið, hann er geggjaður í körfu og allt það, en þú ert að segja að Hilmar sé ragari, ég meina, mögulega er þetta líka bara Giannis að einspila alveg svolítið mikið inn á milli og svo þarf Luka Gasic sitt í fyrra voru með 2 útlendinga og Kanin var mjög oft bara að spila eins og orri, sko. Já, hann var miklu meira svona. Núna eru komin 2 og Pablo í raun 3. Já. Eru komin með 3, 2,5 kannski að segja það. Luka er alveg off the ball líka. Bólhendlara mennur. Já, þú veist, Giannis og Pablo er alveg mikið. En það finnst mér Hilmar er meira að koma upp úr skrínum í skotin heldur en á dripplinu í fyrra, sko. Já. Já, hann var alltaf mikið að fara bara að pikka rólum, sko, og sækja og búa til líka. Alltaf síðast sem ég hef áhugjur af akkurat núna er Hilmar Hennings í stjórninni. Ég hef ekki áhugjur á hann, ég bara segja. Þú hefur áhugjur á hann? Við kynnt það. En er þetta þá ekki bara, sko, þetta er okkar spá fyrir... Það var óslega jafnt allt saman. Já. Já, samt Það er engin augljós frontrunner. Ef þú tökur topp 5, Já. er eitthvað lið sem það finnst augljóslega betur en öll hinn? Bara öskrar á þig, bara betur en öll hinn. Þetta er búið að vera svo skrítin Nei, en mér finnst sko... Það var öll þessi lið sem tekið active the run sem við hefum haldið, já, ok, þeir eru núna hérna. Einhvern veginn á Valurorni bara bestir hjá okkur og... Já. Sko það sem að þú ert ekki sammála mér, Steinar, er að mér finnst það vera fjúlið. Mér finnst Valur ekki vera það, sko. Ég set Val í 5. sæti og svona nær Keflavík og þessum liðum og niður, en þú setur Val upp með hinum. Já. Auðvitað. Já, ég bara gera það ekki. Nei. Ég bara hef ekkert séð Val einhvern veginn spila þannig í vetur að konsistant nokkur sem í röð að þeir eru búin að tapa fyrir lélegustu liðunum inn á milli og svo og því stjörnur lenda 100 stigum undir og þeir eru einhvern veginn bara... Það kan líka verið umlegur á tímabölum, sko. Kannski ekki tapað. Þeir eru með 2 tapleiki, sko. Ég sé þeir eru að tapa, þeir eru að vera alveg gjörsamlega hræðilegir, skilja. Já, Stóla líka hafa allt leikið sem það verið gjörsamlega hræðilegir, sko. Já, ég set ekki Val í topp. Ég set á meira með Keflavík. Ég ætla ekki að segja þeir að vera alveg gjörsamlega hræðilegir á móti Ármann, en þeir eiga samt að rústa Ármann, sko. Á allt yfir þá. Munurinn er bara að Valur tapar fyrir Ármann þegar þeir eru lélega leik og meðan hinn vinna með 12, sko. Já, það er þín, sko. Það er bara Þú er rétt á henni. Það er ekki mín skoðun, það eru facts on paper. Heyrðu, við ætlum að fara í eitt áður en við skoðum umferðina sem er framöndan. Mér langar að fara svona úr 7. sætinu og niður. Ég ætla ekki að taka þessi topp 4 lið og höfum bara Val með. Takk. Segjum að þau séu bara á góðum stað. Þannig að þú veist, þið eru að fara að setja ykkur í stjórnargýrin. Ég ætla að setja mig þjálfaragleraugun. Og þið ætla að setja á ykkur stjórnargleraugun. Shit, Einar góð, blindur maður. Sko, topp 5, þið eru bara sáttir, þið eru ekki að fara að gera neitt. Það er bara sami þjálfari næsta ári og hann fara að ráða leikmann. Við ætlum að fara úr 7. sætinu niður. Og þið ætlaði að segja mig hvað þið ætlaði að gera til þess að komast í topp 4 á næsta ári. Topp 5. Byrjum bara á Keflavík. Hvað þarf þetta Keflavíkurbatteri að gera til þess að vera í heimavallar rétt á næsta ári? Hvað gerir þið? Þið eru næsti Steinar Blue. Við þurfum að segja ykkur góð Íslendinga í þetta lið. Koma ykkur í hjarta í þetta lið aftur. Segðu mig bara, þú þetta að segja mig bara hvað Já, ég er bara að taka introð á þetta. Já. Má ég gera það? Nei. Við þurfum að fá ykkur Íslendinga í þetta lið sem að geta eitthvað. Fá hjarta aftur í Keflavík. Okay. Hætta að vera með 5 erlenda leikmenn innan gæsalappa. Þannig að við ætlum að sækja Þórbjörnarsson. Þórið meina ég. Þórarinn. Það sem eitthvað líklegt, ég meina, þetta þarf að vera raunsætt. Ok, raunsætt. Geturðu svo, ég meina, hann er nýbúinn að taka bikarmeistaratitil. Ok. Hann er með lyklana að KR. Er hann eitthvað að lítið kringum sig? Nei. Ég held ekki. Þú sagði ég má gera hvað sem er. Ég er bara búið hann 3 remmi. Já. Það var rétt sem að Steinar segi, þeir þurfa bara að taka einhvern svona stóran Íslanding. Já. Stórt sæning. Þannig að Kitta Páls. Já, Kitta Páls. Er það nóg að taka Kitta Páls? Já. Okay. En líka með, sko,
Með Hilmari Péturs með sér þá eða? Með því að sæna góða Íslendinga, eins og það var Hilmar P. og svo sænar Kidda Páls, þá strax aðdráttarafl í að fá fleiri sem kannski ekki bestir í deildinni, en actually eru góðir, skilur, þú getur farið að fá... Okay. Væri hægt að lokka Styrmi heim? Gerum þetta öðruvísi. Ég hérna, þetta hnitmiðar stjórnarfundur. Ætlið þið að halda Danna sem þjálfara? Þú sagðir að það var allt eins nefn bara leikmenn. Nei. Sagði það? Já. Tekið tilbaka. Ég ætla að halda Danna. Þú ætlar að halda Danna? Já. Steinar? Annað ár? Ég býð í Finnfrey, aftur. Ok, og ef það gengur ekki? Ég meina, það er örugglega hægt að bjóða í Finn, það er hægt að bjóða í Lalla, ég meina þeir eru búin að vera þarna lengi. Báðir þurfa að hreyfa sig, finnst mér. Báðir þurfa að fara eitthvað nýtt. Já, Lalla líka. Alltaf... Þannig að þú reynir að fá annan þjálfara? Já. Okay, ekki þú manni? Jafnvel Lalla númer 1. Nei, ég ætla að gefa Danna annan. Okay. Svo er það bara, hvernig deildin í dag, bara fá budget. Þú þarf bara að rekrúta. Hvort finnst þér mikilvægt, ef ég gefi 50-50, Já. hvort finnst þér, hvað ertu, 50% þjálfari, 50% rekrúter? Hvort finnst þér mikilvægara í þessu? Bara númer 1, 2 og 3 í dag að kunna rekrúta. Rekrúter. Þannig að, og mér finnst mjög margir þjálfarar að vera lélegir rekrúterar. Það er samt bara ekki bara þjálfari, sko. Það er bara stjórn, aðdráttarafl, félagsins, hvaða leikmenn eru í liðinu, hvernig budget ertu að vinna með, ég meina, hvernig orð fyrir af liðinu varðandi að greiða laun og annað. Þú veist, það voru mörg ár hérna í röð þar sem að Valur áður en þeir eignuðust einhvern veginn penning. Ég meina, það vildi enginn fara í val í neinum íþróttum því að þeir skulduðu öðrum hverjum leikmanni í boltaíþróttum á Íslandi. Ég held allan að Keflavík ætti að vera með það mikið baklanda að ná að geta rekrúta vel. Já, ég meina, maður myndi halda það, en ég meina, þú veist, let's face it, Keflavík á síðustu árum hafa sótt Halldór Garðara því að hann á konu í Keflavík. Þeir hafa sótt Hilmar og Sigur Pétursson því að pabbi þeirra var að þjálfa. Já. Þeir hafa sótt Óla Inga Styrmis sem er núna í college. Þeir hafa sótt, ég meina, hvaða Íslendingar hafa farið í Keflavík bara síðustu 10 ár. Hilmar er svona stærsta sennið þeirra. Já, en Hilmar fór að því að Pétur var að þjálfa. Já. Hann tók ekki fund með neinu liði, sko. Nei. Hefði hann hefði bara farið í Hauka ef að Pétur væri úrvarsdeild með Hauka. Líklegast. Eða Grindavík ef að Pétur væri þar. Já. Þannig að þetta er svona, ég er ekkert endilega viss að Keflavík sem eitthvað aðdráttarafl eins og það var hérna back in the days í dag, sko. Það reyna að breyta þessu, reyna að fá eitthvað eitt stórt sæn. Já. En þá, ok, þú vilt halda Danna, myndir gefa honum annað ár. Já. Þú myndir aðtuga svona stór nöfn og annars halda honum. Sagan bara allt tímabili búið að vera það að Jóhanna er með bara loður frá Baldri sinni sínum að hann sé að koma í Þór-Þórðarshöfn eftir þetta tímabil og að Lalli sé að fara þá væntanlega eitthvað annað og að vera orðað mikið við Keflavík síðustu ár. Þannig að það er ekkert ólíklegt að það gerist heldur. Þetta er mestu kjáftað sem ég hef heyrt en þú mátt alveg halda það á lofti. Þetta er bara sagan, orðið sem eru göttinni. Ég myndi smá út úr af því að við vitum allir að Jói þurfti að fara í leyfi daginn. Já. Ég veit ekki hvort hann taki annað ár fyrst hann þurfti að vera í leyfi. Þá þurfum við að taka Lalla. Þið bara ráðið Helga Magg sem aðalþjálfara? Nei. Ég bara... Pavel? Ég held að hérna Helgi Magg ég held að Maggi er alveg aðalþjálfari með Jóa. En ég hef ekki góða tilfinningu þegar hann er að fronta lið. Ég fann bara mikið mun þegar Jói stendur þarna. Það líður öllum allt öðru sig, finnst mér. Þannig að ég myndi ekki ráða Helga sem aðalþjálfara einan. En höldum okkur við Keflavík, strákar. Við ætlum að taka þetta lið fyrir lið. Krísuliðin, 7. sæti og niður. Næsta spurningi mín er... Sammála sem er Keflavík, eru við ennþá þar? Við erum ennþá í Keflavík. Já. Ég myndi segja að Keflavík ráði nýjan þjálfara ef við enda í 7. sæti og taka 3-0 fyrir Tindastól. Bara ekki spurning. Sko, já. Hann er búinn að ráða inn Óna og Jaka Brodnik og Hilmar og þess að gauðra 4 bara flotta útlendinga, sko. Það var þetta bara þetta... Budgetlega séð, fattar. Já. En næsta spurning á stjórnarfundinum, sorry. Já. Hverjum ætlum við að halda hérna í þessu Keflavíkurliði af þessum útlendingum? Ertu að tala Jaka sem útlendinga? Nei, hann er Íslendingur. Förum svo í Íslendingana. Halda. Það er tiltekt, fattiði mig. Þú vilt halda Egor. Já. Við viljum halda Egor burtum alla hérna. Já. Sammála? Já, Ástralin er mikið jójó. Já. Bara pulsa. Þannig að ég myndi bara halda Egor. Þetta hljóta að vera fundir sem að liðir og líka bara taka núna. Já. Ég meina, þetta er tíminn sem að Tindastóll síðustu ár hafa gert vel að endursemja við útlendingana sína áður en playoffs byrjar. Skilurðu? Þannig að nú hlýtur að vera bara einhver fundur í Keflavík. Viljum við halda Egor næsta ári og láta hann kvitt undir?
Já. og ég held að það sé engin annar sem að þeir ætla að láta kvitt undir. Ég myndi bara Ekor. Já, ég myndi bara endur sem ég Ekor, sko. Hvað með Íslendingana og Jaka Íslendingur? Ég myndi halda það millum. Já. Þú er ekki efnað að missa neitt. Okay. Halda þeim, bæta við einu stórum, svo reyna bara að rekrúta 3 útlendinga og þá ættir Myndið þið halda Jaka Brodnik sem Íslending? Já. Á bara ágætis launum og bara... Sem Íslendingur er hann með betri leikmenn deildarinnar, sko. Hann er búin að ógeðslega lélugur eftir áramót. Er hann búin að vera, býtu, Með betri Íslendingur deildarinnar. Ertu að grínast eða? Eru okkar margir sem... Gæðin er með 60 og 3 frákvæmstu með þetta leik, sko. En ég er með betri eða það? Alls ekki. En ég myndi halda honum samt. Ég myndi segja hann sé ekki bara einn af bestu 4 Íslendingum Keflavíkur, sko. Hann er búin að vera mjög slagur eftir áramót sérstaklega. Með 11,1 og 3,9 frákvæmst. Gæðin er búin að vera gjörsamlega glataður. Fyrir Íslendingi þessar deild sem að þær fá 10% af spilatíma eða eitthvað, nei 20% af spilatíma. Já. Þá var það bara heldur fínt, sko. Ég myndi samt alveg að halda Jaka Brodnik líka en bara rólega með hann sé betri Íslendingum deildina, sko. Einn af betri. Það er ekki margir sem eru að spila mikið, sem eru með yfir 10 stig í leik, sko. Nei. Þeir eru ekki margir. Þeir eru bara mjög margir. Nei, þeir eru alls ekki margir. Það er einhver að finna það fyrir okkur, bara skjal, bara Íslendingar sem spila í 10 stig í leik. Þið getur tautað við þessu núna í 20 mínútur, hann er haldið áfram. Við erum að fara að gera það. En hot take þáttarinnar er af Matti Steinarsson að Jaka Brodnik er einn af betri Íslendingum deildarinnar. Já, hann er svona topp 10. Og svo mála því. Ég skal koma með lista minna eftir. Það er númer 10 skilur, en það er topp 10. Já. En förum þá í næsta lið. Og þið þurfið ekkert að gera eitthvað mikið, en ég meina, nú komnir í sem enda í 7. sæti. Erum við ekki bara Borse Ilievski? Another year. Já, sko. Búið að hlaða ágætlega í liðið í vetur. Já, samt ekki. Eða þú veist, má segja Borse, en mér finnst að stjórnin ætti nú að taka ákvörðun að þeir sjáu bara að semja við leikmenn og velja. Já, en sko, þeir eru með Jacob Falkó. Eins leiðilt og það er. En Steinar, þeir eru með Jacob Falkó, Klónaras, Mango Chotny, Matti Kavas. 3 af þessum leikmennum eru bara mjög fínir. Frábærir prúfan leikmenn í deildinni, eða ekki? Klónar sem er 16,9 stig með þetta leik, þetta sé bara helvíti gott. Við bara vitum að ég er ekki með saman budget að Keflavík. Þeir geta ekki fara að sótt high profile Íslendinga. Það er bara ekki að fara að gerast. Keflavík hefur ekki heldur getað, en já, alltaf áfram. Þeir hafa budget í það, skiljur við. Hákon og Hilmar Péturs með sömu tölfræði bæði við vetur. Já. Ég er ekkert að segja. Ég var að tala um peningar. Höldum við Hákoni sem í er. Já. Ég myndi reyna að halda 3 af þessum 4. Falkó, Klónaras og Matti Kavas. Já. Matti Kavas fikk 2 ára samning, held ég. Já, ok, eru það með hann. Já. Reyna að grísa okkur betri stóran. Já. Svo þurfa þið bara Sigvalda eða Viktor Steffi, þeir fara ekki upp eða eitthvað, platta þú yfir. En þeir eru með Tómas Orra. Já, hann á ætti að taka skrefu upp. Já, hann er búinn að vera að gera það í vetur. Þeir eru með Hákon, Tómas Orra, Bjögga. Myndið þú halda Bjögga? Já, bara flottur upp inn í hóp og eitthvað svona spila vörn og koma inn á en ekkert í einhverju lykil hlutverki. Ég myndi ekki slást hann allavega. Þannig að við erum í stjórnin hérna, sem er frábær stjórn. Þeir eru einhvers staðar að södra bjóra akkurat núna, klukkan 2 á 50 degi. Það er bara svona, við erum með, þú veist, það er komið góðu grunnur. Jacob Falkó samt líki til 2 ára. Veit ekki með klásulur, skilur, en þú veist. Við erum með Hákon, Tomma. Hvað ætlar að gera við Kristján Fannar? Þarf hann ekki bara eitthvað að jafna sig á meðslum? Jú. Þurfa þeir ekki bara, Þeir þurfa bara að hitta á alla útlendingana sína. Að það bara vera hannig. Þú ert með 2 tryggða fyrir næsta ár. Þeir þurfa að hitta á alla. Þeir eru með alla þessa 4 sem ætla að vera með. Þeir eru góðan stórumann. Þeir eru allir að vera góðir. Þeir eru ekki bara að fara all in og bara bjóða Goiko, Súdstrúm eða einhvern svona prúven gæja bara að risa samninga. Sempúl, aftur heim. Já. Sempúl var mjög gott sæn fyrir IR, sko. Hann var ekta IR-leikmaður, sko. Svo líka bara, ég veit að sumir sem hafa komið inn á þátt og aðrir sem eru, vinir mínir eru ósammála, en þú veist, er ekki bara 7. sætið, er það ekki bara svona, er ekki bara ógeðslega fínt fyrir IR að vera bara í 7., 7., 8. sætið eða? Jú, algjörlega. Reyna að vinna fyrstu seríu í playoffs og vera ekki í fallbaráttu en þú veist, ég meina... Þetta er bara solid framistæði hjá þeim í vetur. Ég veit að allir segja alltaf bara við ætlum að vera í topp 4, en þú veist... Ef þeir ætla að vera það, þá þurfa að hitta á alla útlendinga.
Það er bara þannig. Já, þeir þurfa þá líka eitt rándýran Íslendingi í 5. slotti, eða ekki? Mögulega. Þurfa það ekkert, en það er þetta betra. En þeir þurfa að hitta alla útlendingana. Já. Svo fær Curtisinn heimþrá út, ég vil koma heim. Dettur nýjar. Förum næsta lið. Tímbil á Íslandi og fyrir Evrópu. Nú fyrir þetta að vera skemmtilegt. Við höfum 3 lið eftir. Álftanes. Og þessir fundir hljóta að vera að eiga sér stað. Já, ég það bara að fá mér einhver hugvíkandi Já, fá þér efni við Celsius. stjórnarmaður þarna, sko. Fá þeir smá sambúka, það víkkar hugan. Þarna þurfum við að byrja fyrst og fremst á, og verður gert 100% Skipþjálfara. þjálfaraskipti. Og ég, bara, svolítið að segja sér sjálft bara, með farmarstöðu liðsins, með hóp og annað. Nýr þjálfari. Já. Viltu eitthvað nöfn? Hverjum heldurðu? Nei, þú veist, við þurfum ekkert eitthvað nöfn. Ég meina, það eru allir að hringi sömu 4 gaurar, skilur. Það er svolítið þannig, sko. Þannig að við þurfum ekki að nefna Lalle Jóns í öllum Ég nema að gefi Ívar Ásgríms. leiklana. Já. Já, tekur þinn maður sem sagt ekkert á sig af þessu gengi sem er í gangi núna? Nei, það er ekki kostur aðstæðarþjálfarans. Hverjum heldurðu af útlendingunum? Mynduð þið endursema við Justin James fyrir næsta ár? Já. Já, ég myndi alveg gera það. Hann er þetta ekki búinn að koma inn sem stormsvipur og ég held hann myndi gera. Nei, sko, sammála því. Value for the buck, sko. Þú veist, að fá value fyrir leikmanninn, svona að borga fyrir hann og svo hvað hann er að skila, þá myndi ég svo sem ekki enda sem með hann, sko. Þetta er enda góða punktur. Með við launina hans? Kannski ekki. Hann er ekki að skila 30 stími leik og sem ég myndi vilja með við seðilin sem hann að taka það, sko. Nei. En, ok, er það ekki bara búið þá núna? Jú, það er búið. Ég myndi hringja í Gogo Sútsum og replace OK með honum. Sem öll lið eru að fara að gera. Já, sá er að fara. Hann fær tilboð. Ég er að spyrja hvort að hann vanti umboðsmann. Já. Taka smá tökku á þarna. Já. Það vantar alveg umboðsmenn fyrir þessa íslensku stráka líka á Íslandi. Ég geti alveg verið sá gæi. Þarftu ekki að fara í lögfræði eða eitthvað? Ég geti fengið eitthvað lögfræðing eins og Farnarsal alltaf kvitt undir, sko. Brósa. Við erum hérna með Kidda Marinós fyrir 200.000 krónum, við vantar 10%. Þannig að setja plagg. Rati heim. Rati fyrir heim. Takk fyrir ekkert væni. Já. Það er allir heimaður. En er einhver að fara að taka og kekja í úrvalstild aftur eða? Kannski, já, það getur alveg verið hullið. Já, að Sindri færi upp eða Höttur eða eitthvað svona. Ég sé að Hött taka hann. Nei. Þeir eru með Knesvits. Þeir eru rosalega Evrópu-þengjandi þarna fyrir austan líka. Já. Þeir eru balkanska þengjandi, sko. Sem bara flott. Það er gott að veit hann lið. Þeir eru allavega með identity, skilur og það er meira en flestir. Já, það er pott einhver lið sem myndi taka OK, hvort sem þessi úrvalsdeild eða fyrstdeild. Hvaða lið það er. En hann er að lækka samningin sinn $500 vikulega núna, sko. Já, hann er að gera það. Það er bara... Hann er að gera það. Er það ekki það? En það er fullt af liðin sem myndi alveg taka hann, sko. Já, ég er bara ekkert svo viss með top 6. Ég er ekki sér top 6, en einhver liðin sem er að koma upp og eitthvað. Hann er neðarlega og fyrstu deild. Hvort hann sé tilbúinn fyrir fyrstu deild, veit ég ekki. En ég meina, hvaða anstæður á hann að spila með hjartakalla? Það er ekki mörg lönd sem hann getur spilað í, sko. Venezuela? Já, til dæmis. Einhvers staðar sá hérna. Frúnas væri sátt þar. Steinar sett inn að hérna, nei, Steinar Hraunar sett inn í grúpuna daginn að hérna, hvað heitir hann litli? Chad Williams. Heitir hann Chad Williams? Sem var Njarðvík. Já. Það heitir ekki Chad. Chas Williams fara til Írak. Já. Eða Írak eða Íran. Getur ekki ekki farið eitthvað svoleiðis? Let me get a team, else I have to play in Iraq. Það eru einhverjir sem munu fá gig þarna í Miðausturlöndum núna. Já, ég meina, sjáum Andri Fares er bara að gera gott mót í Sýrlandi, sko. En þeir... Kóngurinn þar. Við bara verðum ekki neinn útlendinga af þessu sem er áfram. Nei. Hvaða Íslandinga við halda? Ég meina, við höldum alltaf Dúa á Sigga. Dúa. Já. Það er ekki natmáli verið áfram, sko. Höldum við ekki bara, er ekki bara málið með Íslendinga líka í dag að það er erfitt að ná í einhverja sem að geta eitthvað. Þannig að þú bara eitthvað stillir upp, skilur Haukur, OK, ekki voru hann frábær, auðvitað heldur Hauk, Helga. Já. Auðvitað heldur pilla á einhverjum seðli sem 7. 8. manni. En tekur ekki samtalið við Hauk, herru, nú þurfum ekki að endurskoða launin þín aðeins, vinnur. Jú, en þá myndi ég segja, já, nei, þetta er svona eins og þegar ég sting upp á það að endurskoða samninga við viðskiptavinni.net og þeir segja, nei, ég er góður. Eru ekki sammála því að þarna Álftanes á budget? Já. Og í þetta lið heldur Íslandingum. Já.
Það er einn maður sem er stórkostlegur þegar hann fær gott budget, tekur aldrei liðun ef maður er gott budget. Ég myndi ráða Benna Gum, því hann er góður recruiter, gefðu honum budget og þetta lið verður rosalega gott. Það er allt rétt, sem þú segir hann. Ég er sammála og ég held líka að Þeir hefðu að gera það þegar Kjartan allir fór, sko, að taka Benna. já, og ég held að þeir eigi líka bara rosa mikið inni, sko, svona Siggi og Dúi og eitthvað svona. Já, Siggi hann er náttúrulega bara í liði sem að spilar hægan og leiðilegan körfubolta. Það hendar honum illa. Eins og þeir ætluðu að hlaupa þetta tímabil. Og reyndar, Já. ef ég snýi svo við, Álftanes vantar það sem að Siggi er ekki að gefa ef það er að hitta pælisboltanum honni í körfuna. Já. Það er ekki bara að setja Siggi á stuðu að hann þurfa að vera að skjóta því að það er bara engin annar sem getur hitt hann, Já. sko. Heldur, sko. Já. Þá erum við búin að leysa þetta og þá förum við í næsta lið sem að er reynda liðið sem við setjum í 8. sæti sem er Þór Þórlarsöfn. Og mann líður alltaf rosa mikið með einhvern veginn Þórlarsöfn eins og þetta svona One more year! já, þetta er ógeðslega mikið one more year með Dabba Kong, Emil Karl og Lalla Jóns. En það er samt grunnurinn í liðinu, sko. Já. Þannig að ef að Emil Karl hættir, sem hann ætlaði, hann náttúrulega var hættur, og Lalli fer, þá hvað? Er þá bara Selfissingurinn, Skarphéðinn og Ísak Purdue nýi skólinn þarna, útlendingar og nýr þjálfari? Þú veist, þá er ég bara ansið hræddur að liðið geti bara munu auðveldar fallið henni í vetur, sko. Ég er Steinar að segja að Baldur var búinn að lofa mömmu sinni að koma. Já, ég lofa líka mömmu mjög oft að hringja hann og gera það ekki, sko. Og Baldur getur dreigið eitthvað með sér. Já, einmitt, það bara dreymir öllum í Garðabæjum að keyra í Þorlákshöfn. Og það er eitthvað til að sæðilega býn Þorlákshöfn. Er það samt? Já. Af hverju eru þá bara ekki með betri leikmenn? Þeir eru oft reynt, alls konar menn. Þeir eru ekkert með einhverja dýra útlendingar samt, sko. Nei. Þeir eru bara mello útlendingar, sko. Þeir eru eitthvað að kaupa dýra útlendinga. Þeir eru allir góðir. Þeir eru einu sæti frá fallsæti, Steinar. Já, en þeir eru allir góðir þessi erlendi leikmenn. Finnst þér eitthvað aðeim ömulugur? Nei, mér finnst enginn af þeim frábær. Nei, engin frábær. Við erum að tala um að allir var að fara að hringja í Goiko eftir Þeir voru síðan. náttúrulega Eru allir að fara að hringja í gaurana í Nei. Ég myndi fyrst að Þorlákshöfn? hringja hann hérna Lanaras? Lanaras, sko. Hann væri flottur svona Þú ert Valur, þú ert Tindastóll, ert að fara að hringja í Lanaras? Nei, bara Svona ángríns. bottom fjúlið. Hann er flottur svona Klonaras leikmaður, svona í IR, skilur við. Svona duglegur, Já, skila sínu. já. Fjórði útlendingur. Ég held að top 6 lið séu ekki að fara að hringja neitt í Þorlákshöfn. Mér finnst það flottur fjórði. Mjög flottur fjórði. Já. Betur en Pablo í dag. Hann er búinn að vera að starta stóra Já. görðum og bekk, held ég. Síðustu leikjum. Já, hann er svolítið bara að vera að fikta með þetta. Já. En ég meina hvað gerir þið ef að þið eru stjórn Þorlákshafnar? Eru þið bara eitthvað svona Lalli, please, one more year, þú tryggir okkur stöðuleika, eða eru þið bara, herrið, þetta er bara búið að vera frábær sprettur og við ætlum að kveðja þið með tárn og augunum, skilur þú? Gerir bara heiðilega tilraun í Baldur. Já, ok, segjum að, Ég myndi væla í Lalla, þú veist hver annar á að taka við þessu. Gerir Er heiðilega eitthvað tilraun svona spennandi þjálfari? Selfissingarnir að gera frábæra hluti, Svo athugur- Bjarmi og Eyþór Orri. Svo fyrir aðtökast að Styrmi langi að koma heim. Ok, þannig að planið hjá okkur með Þorlákshöfn er að ráða balla, fá Hilmar Hennings, Styrmi og Nei. Tómas Wall. Ég Þór, Stórir. ég hendi tilbúðasútsum eins og Fyrsta plan. Manni búinn að sæna Goiko í öll liðin. og Bragi Fellu með Ármanni, hann færi samningstilbúður á Þorlákshöfn. Ég ætla Já. að setja úr pening í hann. Já. Ákvæðinni, Ég myndi alltaf senda Braga líka. 4 útlendinga, Akkur lendi ekki Braga á hann í Keflavík. Bragi, Sigvaldi, Viktor Steff. því að Bragi er þið bara... Það er of galið lið. Nú Ráða hittur á mig sem festivalinu á aðstöðuþjálfara, Keflavík. við blöstum Flassafem á leiðinni og höfum gaman. Já, Tjöfull var ég til í það. 4 ferðir og ég væri komið hringbáðu megin og strípur. Það er alltaf galið lið, sko. Það er ómikið veikið, sko. Getur við með eitt svona. það getur En með vantar þrjá. ekki Þorlákshöfn samt bara eitthvað identity? Nýtt identity. Þeir eru ekki með neitt identity síðustu 2 ár nema bara eitthvað svona vera ekki frábærir. Jú, algjörlega. Þeir vantar einhvern svona þjálfara annarkvort kemur, þú veist, einhver og spilar okkur leiðilegan bolta eða einhver kemur og Pétur spila Pétur Ingvars bolta þarna eða Hjalti kemur með þunglindisbolta þarna eða Það þarf Lalli að leita eitthvað annað Veistu hvað ég meina? og þeir þurfa bara, það bara kemur þreyta í svona sambönd eftir Já. einhverjum tíma, skilur við. Já. Það er bara búið að vera á sama stað í sama farinu í raun. Búin að vinna titilarna og allt það, skilur við, gera frábæra hluti. Halda þeim uppi þegar við hafa verið lélegir og farið í play-offs og áttur önn og allt það. Komið tími á að breyta til og það þarf bara að velja rétt og Ságagi þarf að geta valið rétt að leikmann. Já, ég meina og við vitum að það Fá fjármagn í það. Ég meina og við vitum að það er sama hvað fjármagn hann fær. Hann þarf að fara í aðra ef ekki þriðju hillu en á íslensku leikmennina, sko. Ekkert endilega.
Þeir hafa aldrei náð góðum íslenskum leikmanni bara frá því að Benni og Einar Árni náði í 2 Njarðvíkinga sem hann þjálfaði í öllum yngri flokkum. Benni var með Gumma Jóns og Darra, sko. Já, ég er að segja það. Síðan að Benni var með þá og síðan að Einar Árni var með sína lærisveina þarna í Magic. Og Lalli þurfti ekki að reyna að ná Íslinga þegar hann var með Styrmi, hann var með Halldór og Emil Kari þeir voru actually ennþá mjög góðir. Þeir hafa engum náð í 2 ár samt, sko. Nei, þeir þurfti ekki að reyna þá, þeir voru bara með. Þeir hafa þurft að, frá því að Styrmir og bróðurinn fóru, Já. Þá hafa þeir þurft að reyna að ná í einhverja og þeir hafa náði, þú veist, Ísak Purdue heim og Já. þeir hafa farið í, þú veist, unproven leikmenn. Þeir fóru í Daniel Ágúst, þeir fóru í, þú veist, þessa hillufatt. Já, þeir voru að reyna, sant? Þeir reyndu við Hilmarana og hitta þetta, skilur. Þeir eru bara að ráða Pétur Ingvars og fara strákana heim. Já, ég meina þeir þurfa að gera eitthvað. Eða ráða bara Gumma Braga, fara alla 3 heim. Það er kannski bara svona eina lausnið þeirra, að ráða einhvern pappa sem að tekur strákana með. Já. Ég held allavega að það er svona einhvern það er allavega svona challenging stjórnarfundur í höfninni, fattar ég, bara svona hvað menn ætli að gera. Já, það er mörg púslasmella. Já. Svolítið þannig. Þeir þurfa svolítið að fara í yfirhalningu, bara tótal yfirhalningu. Já, en þú veist líka bara svona á meðan að fundurinn skilur við kannski á Keflavík eða Álftanes, hvernig eigum við að komast í topp 4 og 5. Þór Þórðarson er bara meira að taka fund, bara svona hvernig eigum við að vera samkeppnishæfir. Þeir eru á stórhættulegum stað. Er það ekki? Jú. Eru það samkeppnishæfir, sko? Á næsta ári? Ef að Emil myndi hætta, Dabbi er... Það er mjög erfitt, við þekkjum það nú Steinar úr Hafnarfirði að ef þú ert ekki með 3 íslenska leikmenn sem eru góðir í úrvalsdeild, þá er erfitt að hnoða í lið, sko. Það er það, alveg rétt. Ég meina ef að, þú veist, ef þú ert með Daví, ég meina þeir eru bara í fallhættu eins og þannig að auðvitað verður þetta ennþá erfiðara. Þannig spáðu þeim í 8. Hver? Við erum líka veikir. Það er nú rosa mikið út af Lalla Jón sem að maður líka maður trúir alltaf að þeir vinna einhver leiki og þetta end púslir þetta út af þjálfaranum, skilur, en ef að þeir ráða bara, þú veist, einhvert svo á næsta ári, þeir ráða Finnan sem er aðstöðþjálfari KR, ég meina, þá er ég ekkert eitthvað seldur, sko. Nei. Leikstíl á kannanum hjá Þór, hann er svolítið svona uník, hann er svona svo hann að Tony Allen var í point guard í liðinu. Það er svona allt annað heldur sem hann var, sko. Þetta rýndi bara miklu betur út, sko. Já, en það er hinn var svo mikil astnalegt að horfa á þennan gaur samt, sko. Já. Mjög ólárus Jónslegur kani, sko. Ég var bara svo reiður að horfa á hinn spila. Já, þið langaði að negla hann. Já. Meet me outside. Lalli góður að velja þannig kanna sem fær í taugarnar á mér. Já. Þessi fer samt í taugarnar á manni út af öðru, eða þú veist. Já, algjörlega. Herru, fórum þá í síðasta liðið í þessum enduruppbyggingar stjórnarfundar hjali. Það eru Njarðvíkingar. Rúnar Ingi. Offense. Þeir eru með aðhellu Íslending. Þeir eru landsliðsmann. Ég segja það. Myndi ekki segja að hann væri aðhell í dag? En byrjum bara, gerum þetta struktúrerað. Afsakið. Þjálfarateymi. Hann verður áfram. Þannig að það er bara vont gengi í vetur og útlendingaval og eitthvað svona, þetta er bara allt. Útlendingaval og meðsli og vesen og allt, skilur. Ég veit ekki hvort ég að fyrirgefa honum þetta Pippin sæn hana. Nei. En ég myndi halda honum og þeir verða að slíta sínu sambandi við Milka. Nú er bara komið tími bara, við verðum að prófa eitthvað nýtt. Það er komið tíma það. Svo standaði vel bara Sindri. Ég hendi öllum austur. Í úrvarsdeild eða fyrstu deild? Fylkir, Selfoss. Í fyrstu deild með hann þá eða? Já, hann er alveg nóg góður úrvarsdeild en bara, þetta er búið. Já. Þetta er bara búið. Gæti samt alveg sko liði. Hann er bara svo mikið liability, hann bara endar alltaf. Hann byrjar oft leikið vel. Hann væri sexy í haukabúning. Nei. Róða sér einnig rauðan haukabúning. Nú er Nemanja Knesvis 41 árs, höttu fyrir beint upp. Já, hann er fýtt þar en bara Nemanja er Íslendingur. Sækjum við ekki Milka austur? Jó. Milka er ekki Íslendingur, sko. Hæ? Milka er ekki Íslendingur. Nei, Nemanja er Íslendingur, þannig að þú ert komið með Já, menn að fá bara bakka. 1 af 4 útlendingum, skilur. Af hverju er Milka ekki Íslendingur? Hann er búinn að vera henni í 20 ár. Vegna þess að hann er Litái. Stoltur Litái. Já. Nei, ég meina... Þú sást nú hvað það mætti vel í höllina, hversu mikið þjóðastoltið er. Já, hvað? Eina liðið sem getur spilað nógu agaðan, hægan bolta og leitað Milka í úrvarsdeild er Höttur. Já, sammála. Já. Ég held að Milka geti alveg virkað í Hetti. Sammála því. Ég ætla bara að setja hér pening á það að Milka verði í Hetti á næsta ára.
Já, það bara gott bett. Takk. Hvað ætlum við að gera meira? Mario Matasovic Íslendingur að koma upp úr meiðslum, Hann verður alltaf Ég annað. ætla vonandi ekki bara að höldum halda honum. Dwayne Lautier, bara ég nenni þér ekki. Ég veit ekki. 27 stig leik. Já, þetta samt, þessi körfubolti bara ógeðslegur sem hann spilar. Ég nenni þess ekki. Hver sækir hann? Altanes? Já, hann hendar kannski í eitthvað önnur. Ég meina, hann var í flott fyrir Keflavík. Sindra eða Hött, sko. Nei, ég ætla ekki að senda hann líka Dwayne Lautier, það prófit sem pikkaður upp á topp 5. Já, þú heldur honum. Sko, Kane hættir eftir þetta tímabil. Segi hver. Ég bara giska nema hann verið annað tímabil Grindavík. Ef hann færi, þá kemur hans hreiðjörka körfubolti bara í Grindavík og verður þjálfaður almennilega. 4. option í sókninni, hættir sem hnoði. Láta þetta gangu. Í fyrsta lagi, fyrsta sem að stingur mig er einhver leikmaður sem fyrir Grindavík og fyrir að spila agaðan körfubolt. Hann Þetta er eitthvað mesta bull sem ég hef nokkuð tímann heyrt. Hann fyrir í Grindavík. Nei, ég var að fíblast. Ég myndi ekki vilja sjá hann. Hann myndi henda ykkur staðar. Það er eitthvað svona nýríkt lið sem að sækir hann. Tindastóll. Hann fer ekki neitt, hann verður í Njarðvík áfram. Nei, hann mun skipta hann er ekki að fara að komast til playoffs. Hann mun vilja skipta og fara bara eitthvað annað. Ég veit bara ekki hvað liðið topp 5 tekur hann, sko. KR, Nei, ekki séns. Tindastóll myndi alltaf taka hann, Grindavík myndi alltaf, hann myndi basically allir taka hann. Stólar myndi aldrei taka hann. Hann myndi allir taka hann. Af hverju myndi Stólar ekki taka hann? Ekkert verið að gera. Stólar á að teki bara annarkvæmt andlega veikan mann landsins í liðið sitt, sko. Er það? Já, Hvern? Massamba? Janis, veika bróður hans, Já, Massamba. Það var áður en vissu hvernig þið voru. Þeir veit ekkert hvernig Lautier er. Horfa hann í 2 tímabilinu. Málið er líka bara að Tindastóll sæna bara einhvern með góða tölfræði bara á einhverjum stjórnarfundi, sko. Já, það getur alveg vel verið að fara í Grindavík, sko. Þeir eru nú veikir til að taka. Þeir sóttu Finna sem að kann ekki körfubolt. Ég segja, Á hverju ættu þið þá ekki að taka 27 stiga gæði? það er önnur umræða sem við finna sem við tekið svo sem einu svona aður. Hann þetta vaxandi víst á æfingum. Ég sé bara ekki hvernig eitthvað lið nema jú kannski Grindavík. Þeir eru nógu bilaðir til að taka svona hreiðverkamann. En mér finnst það mjög góður, skilurðu, en mér finnst það bara ekki að henda mörgum þessu liðin. Ég hugsaði bara með Grindavík því að við höfum nú verið það síðust ára vilja taka menn sem að hafi verið hérna áður. Já. Það er bara, það er kannski eitt og eitt lið sem að myndi ekki nenna Dwayne Lautier, en öll önnur liði, langflest liði væri til í proven 27 stiga leikmann úr úrvalsdeild, bara ekki spurning. Ég er svo leiðilegur sóknarleikur þegar hann er inn á. Ég finnst þetta ógeðslega. Ég er alveg sammála. Ég set mig í spór þjálfara, ég myndi ekki segja hann. Nei, en setti þið í spór stjórnarmanns. En ef ég er Rúnar og búinn að vera með hann 2 ár og þekkja hann ágætlega núna eða eitthvað, þá myndi örugglega halda honum, skilurðu. Þegar hann er auðvitað fínn gaur og ég sé auðvitað fullt af. Þá er hann eini erlendi leikmaður sem að ég myndi halda hjá. Ég myndi ekki halda þessum Smalaric eða hvað sem hann heitir. Nei, og ekki Perkins. Nei. Þeir fá hvorugur aftur jobb hérna. En þeir verða að stækka hópið sinna aðeins með einhverjum Íslendingum. Já. Það er bara algjört must. Fá Elvar heim. Hann er ekki komið heim. Nei. En Kittur Páls heim. Kittur mögulega bróður hans, Elíasbergi. Já. Þeir eru einhvern veginn, sko, en þú veist, bæði Keflavík og Njarðvík, samt þeir eru bara í þessari stöðu að það er í raun og veru engin kjarni, fattarðu. Þú veist, bestu leikmennirnir í Njarðvík eru bara erlendis, þú veist, Pálsson bræður og Elvar og eitthvað svona, skilurðu. Þeim báðum þessum liðum vantar bara einhverja loka leikmenn, fattarðu mig. Já, Braga. Já. Þeir þurfa bara að búa til. Þeir þurfa að segja eitthvað. Svona eins og Halldór Garðarsson Keflvíkingur, fattarðu. Þeir þurfa bara 2-3 svona leikmenn, sko. Af hverju mætti þeir ekki segja Braga og Ármann Fellur? Bragi fyrir Grindavík, ég held það. Ég veit það ekki. Ég er pottþéttur. Hatar hann ekki Grindavík? Nei, ég elska Grindavík. En þurfu ekki bara Njarðvík samt bara, þú veist, við erum Njarðvíkustjórnin, það er ekki bara eitthvað að skrifa niður bara 20 nöfn og ég meina, þú veist, þá er ég bara komin í sko bara leikmenn sem eru í fyrstu deild, skilurðu, sem við erum búin að nefna, skilurðu, og eitthvað svona. Já, og þú veist, þeir þurfa bara... Nefnan. Já. En Njarðvík. Já. Þurfa þeir ekki bara, ég meina, það þarf bara leikmenn, það þarf bara 4-5 leikmenn þarna. Já. Allt frá bara, þú veist, A-klassa og niður í D-klassa leikmenn, sko. Ég þekki alla leikmenn landsins. Þessi lið, Njarðvík, Þór Þorlákshöfn, þetta eru liðin sem eru að eiga að reyna að sækja Braga, Sigvalda, einhverja svona góða hverja sem bara geta gefið þeim
bara líkama, skilur sem Já, ég getur segi skilað 15 stöðum í leik, skilur Ég meina, maður er að horfa á það sem ég ætla að segja, maður veit hverjir eiginlega allir leikmenn deildarinnar eru, skilur Þú veist, nú kom inn á í síðasta leik Guðmundur Magnússon eða eitthvað. Og það síðhæri strákurinn á Njarðvík. Já, þú sagði bara, ég veit ekki hver þetta er. Nei, ég meina, ég hef aldrei séð nafnið hans í mínútum Nei, í íslensku körfubolta og bara svona, hann er að spila samt bara, þeir eru að berjast fyrir lífið sinni, hann er að spila 6 mínútur. Og það er ekkert við þess að gauðra að sakast í Njarðvík, sko. Nei. Ég meina, Snjólfur, Brynjar Kári, maður er bara svona, Við erum svo oft sagt, þeir bara geti ekki gefið þeim meira, sko. Við erum oft sagt að Njarðvík er ekki sem spila illa, sko. Nei. Oft á tíðum, og tapa. Bara, þeir eru bara ekki betri, skilur. Nei. Spilamennskan er ekkert eitthvað hræðileg, það bara er ekki betri en þetta. En nú hljóta Rúnar og Logi að geta einhvern veginn sótt einhverja gaur, ég meina. Það er ætti að hafa eitthvað púl, finnst manni. Njarðvík er með einhvern veginn bara svona stuðningsmenn og þú veist, það er svona stemning í bænum þegar liðið gengur vel. Já, og hjarta í þessu og allt það, skilur. Já, fólk vill spila, þú veist, saga þarna og allt þetta, en þú veist, samt hafa þeir ekkert heldur verið að ná í. Ekki nýlega, nei. Bara frá því Haukur Helgi kom heim, hvaða Íslendingar hafa verið að Þorri kom heim líka til Benna. Já. Logi kom heim. Geta eitthvað samt sótt Þorvald Orra aftur? Nei, hann er ekki að fara neitt á þessu. Ekki með hann Káur í svona góðum málum, sko. Hann sem bara 7. var í Káur. Er það eitthvað hræðilegt eða? Það þarf bara að byrja að geta eitthvað Það er bestur í Njarðvíkuliðinu mínu. Sækja Lars og láta spila 20 mínútur í leik. Lars væri á öllum mínum listum. Til dæmis. Í næsta þætti þá ætlum við að stofna nýtt lið í úrvalsdeild og ætlum að púsla saman glæsilegu liði úr svona brauðmólum annarra liða. Já. Við erum ekki að fara að sækja Tóta Turbo og eitthvað svona. Já. Við erum að fara að taka svona leikmenn sem eru að falla, útlendingar sem þurfa að skipta um stað og eitthvað svoleiðis, fattar við. Til í það. Það er heimavinnan þegar við viku. En núna ætlum við að fara yfir umferðin sem er framundan og fara svo heim. Það ætlar að sleppa hinliðunum hann fyrir neðan sem er... Ja, þeir sem falla. En það er bara... Við erum með Ía uppi, Ía og þú. Nei, Matti var með niðri með mér. Anskotans. Já, þú veist, það er bara allt önnur umræða, skilur við. Þau liðir í fallsæti, þannig ég nenni ekki að ræða. Nei, það er rétt. Auðvitað viljum við halda Styrmi Jónasinni í Ía, skilur við, hann er búin að flottur og eitthvað svona. Já, þurfum ekki að ræða þetta. Þurfum ekki að ræða þetta og ég held að við þurfum heldur ekki að ræða þetta hvort að Bragi verði í Ármanni ef þeir falla, skilur við. Nei. Verður ekki það. Heyrðu. Og örugglega ekki Ingu heldur. Það er skemmtilegu seðill frá þér, manni. Það er 10,5 stuður. Allt heimasigrar. Ekkert að flækja þetta. Stjarnan Þorlákshöfn, 1,1. Þetta var svona... Var þetta stundabrjálæði? Nei, mér líður líka bara vel að vinna. Þú veist svona, fá eitt svona... Já. En það er típist ef að þessi felli seðilinn, þá... Þú vilt fá svona grænt checkmark bara svona? Já, það er svona, yes, þeir eru góður að betta maður. Já. Nei, ég held að Stjarnan vinni þetta alltaf, sko. Ég held að líka. Mér erst plúsin á Þorlákshöfn mjög hár og lokkandi. Já, ég er með hann. Plús 16, 17, eitthvað svo leiðis, en Stjarnan vinnur þetta alltaf, held ég. Stjarnan í Ásgarði, þeir eru alltaf að fara að vinna hann leik. Líklegast. Tökum þá næsta. Þú setur Ármannssigur á móti Njarðvík heima. Veist þú eitthvað sem við vitum ekki? Ég er að giska að Brandon Averett sé með. Já. Revenge game. Þá er það bara heima völlurinn sem að Höllin. vinnur hann leik. Höllin. Já. Þeir eru búin að vera bara ósegir. Þetta Bragi hafi ekki verið í þessu landsliði, eða? Já, ég er mjög ósáttur með það. Framöver Veigar Pál, framöver Péturs, Raganat. Framöver Sigga P í þessum seinni leik. Steinar. Já, eða þú veist, það bara fyrir eftir hvað þú horfir í, sko. Framistöðu, framtíð. Mér finnst já, ég er að pæli það, sko. Hvað ætlar að horfa í? Þú veist, ert að fara að nota eitthvað þessum gaurum? Siggi P kom inn á, skilur þú? Já, mér finnst þakið og Braga herra heldur en þetta er ykkur 13. maður. Spilaði rustmíndur í leik. Ég hef freka blóðga Braga heldur en nota Sigga P þarna, sko. En það taka bara Braga frekar en Ragga. Já, það er það. Það eru bara með fleiri garda og skiptir í máli. Það er líka... Ómbakkið heima á móti Litáen byrjaði náttúrulega bara með garda inn á. Já, bónustildargarda. Bónustildargarda. Eru þeir vannmetnir á alþjóðaleveli? Við? Nei, gardar í bónustildinni. Já. Ég held að íslenska deildin er bara orðin. Er bónus vannmetin verslun?
Það verður hreinskilið. Verslið í Bónus, eða? Nei, Ég ég versla í Bónus, er já. krónukall, en það er bara því að bílastæðin upp í Mosó utan Bónus er svo leiðileg. Ég er Nenni bónus ekki að leggja en ég er bara býtt að prís koma á vellina sko, þeir eru á leiðinni. Þeir eru á leiðinni. Þeir eru búin að gefa það út, þeir eru að koma á vellina. Ertu prísari? Ég er bara fyrir það sem býður best sko. Já. Ég er mjög einfaldur maður. Bónus er ódýrari en krónan, það fer ég í bónus. Vel að prís kemur þarna, þá er prís ódýrari, það fer ég þangað. Já. Ok. Ég er ekki svona snobbaðan sem manni og þarf að fara í krónuna því að það er ekki voða fínt og flott. Stærri bílastæði. Kona Ég mín, fyrir mikið í hagkaup út á Eiðistorgi. það er snobb. Bara til ekki til að gera stórin kaup. Endilega verið að gera fréttur þegar Vísi að þú veist að kaupa einbýlishús á Seltjarnarnesi 300 fermetra. Ekki einbýlishús. Séribíli vissulega. Hann ætlar að láta 270 mála nýja húsið sitt. Mjúkar strókur. Það sem ég ætla að segja er að það sem ég ætla að segja með hagkaup Eiðistorgi að maður fer á það þegar maður vantar 4 hluti skilur. Já. En svo er fólk sem gerir bara stórin kaupin sín þar. Sem er galið. Skilur bara fer og kaupir bara fullt af mjólk og skyri og ávöxtum. Það er fólk sem veit ekki hvað hluti kosta sko. Og ég hugsa með mér, that's a good place to be in. Að þér er sama hvort þú eyðir 37 eða 27.000 kall innkaupið þín. Já. Skilur mig? Já, það er bara veiki sko. Það er veiki. Það er engin ríkur sem er þannig sko. Já, ég held að þetta fólk sem búið að vinna mörg bet. Þess fólk sem er svona, það er ekki ríkt sko. Kannski erfðu þeir kvóta. Já, það er líklegara. Kannski er þetta einhverju sem eru mjög góðum vinnum. Þess fólk sem á pening er vanlega fólk sem kann að spara sko. Það er rétt hjá þér. Sammála því og förum þá í næsta leik. Ármann Njarðvík, ætlum við eitthvað að ræða þetta? Þú setur bara eitthvað Ármann sigur 8-3. Bara einhver tilfinning sem ég hef. Ég var að slíta út 230 skall síðustu umferð, þannig að ég er eitthvað kokki Ég er bettunum mínu. ekkert ósammála þessu pikki hans manna sko. Það voru Brandon samt að vera með. En það Já. þarf aðverðt að vera með og minnst það bara 50-50 leikur. Og valjúið er í Ármann, vissulega. Er Milka með það? Bara mér er eiginlega sama. Gun to my head. Ógeðslega ömurlegt að betta þegar við veitum hvort að Milka og Afrætt séu með sko. Já, þetta er, þú veist, maður er að betta á þetta, maður er að betta á Keflavík. Ég veit ekkert hvort Martin er með eða ekki. Mér finnst Maður veit eiginlega betra fyrir Ármann ef Milka er með sko. TBH, næstu því. Ok. Ég þarf aðeins að pæla betur í því. Förum í IR Akranes 1,2. Er þetta ekki alveg ömurleg hugmynd eða? Ég er vinnuðanleik. Mér finnst þetta hræðilegt betur sko. Ég verð bara að standa í mitt og þetta tveggja turna, ég er bara ekki að vera að virka á móti neinum. Ok. Ég tek hérna Keflavík-leikið með. Keflavík kunni ekki að drifta bolta, er ekki með Kana í liðinu sínu. Þú ert í raun að segja bara að Ármann og hvað er fjóruleikurinn hans? Altanes. Altanes á móti Keflavík heima. Segjum ekki tekið bara Ármann og Altanes doppul. Með sama stuður næstu því. Já. Heldur þú að Altanes vinni Keflavík heima? Þó að Haukur hafi haldrað út af í landsleiknum og... Þeir hljóta að rífa sig upp. Það getur ekki annað í verið. Erum við ekki búin að segja þetta í hálft Jó, ég veit að nú er komið að því. Byggt á hverju? Þeir eru búin að reka Serba, Haukur er meiddur, Rati hefur aldrei verið verri. Svo var ég horfði á hérna í að Keflavík. Ég er að giska þarna að Martin er ekki með. Mér er Keflavík bara alveg skelfilegir. Eru þetta 2 leiðilegustu liði deildarinnar að mætast? Já, ég held að, og Valur mætti vera með þeim í því. Ósammála því. Mér finnst Valur þetta alveg ógeðslega leiðilegir. Altanes Keflavík, er þetta leikur sem að við erum að fara að fá eyðni í augun við að horfa á? Sko, þetta er svona gott vont dæmi svona. Hvað er gott? Þú þarft að vera elska harkið í svona leik til þess að fílda. Þú fær spennandi leik. Það er gott. Verður hark? Það verður hart barist, það verður að berjast bara hjá Altanes Er OK ekki búin að berjast eitthvað þetta árið? Altanes er að berjast í playoffsæti. Svo hann mæti missa Búlits, hún er langar að berjast á honum, berja hann. Það er ekki annað hægt. Hvað er áhugavert í þessum leik? Hann verður spennandi. Egor, Justin, þeir eru svona skemmtileg leikmann einhvern veginn stundum. Þetta verður alltaf spennandi leikur. Já. Það er bara... Hjalti á móti sínum fyrir... Já, og Siggi P líka. Það er samt enginn í Keflavík svo sem ennþá. Ég hef áhyggjur af Okeke án Hauks og ég veit að Serbin var sulta en samt skrokkur. Okeke er ótrúlega einmana inn í teig á móti einhvern veginn Mirsa, Búlits og Möllerinn og svo komur Jaka af bekknum og einhvern veginn ótrúlega margir gróir floppara leiðilegi gæjar á móti einum laflausum Okeke. Hver getur fyllt þessa Hvað er einmitt? fjarkastöðu? Já, svo kemur Rakki þarna eitthvað. Hver startar í fjarka hjá þeim? Landsliðsmaður.
Örugglega bara Siggi. Þetta ekki bara Dúi, Siggi, Justin, Rati eða Hilmir. Men það ekki annar stórmaður. Það voru kannski mistök hérna að betja mér. Ég sé bara ekki að David og Keke bara þarf að vera með mörg fráköst og bara vera í rosalega mörgum pick-and-rollum og Og ekki hægt að reyna og horfur á bekkinn og það enginn sem getur leyst hann af. Já, jú, Raggi eitthvað. Raggi. Ekki hægt að spurja og Keke, getur þú prófað að spretta einu sinni? Kanntu bara að jogga? Já. Heldur við sjáum eitthvað og Keke Ragga saman? Nei, það væri mjög skrítið. Já, Það væri pjúrista shit. Raggi og Keke á móti Mirsa, Úlíks og Jaka. Já, þá slekki ljósin í þessari Kaldánshöll og bara út með ykkur. Þetta búið. Þannig ertu komið áhugaverðan punkt samt, sem gaman að fylgjast með leiknum. Mjög lítið pláss að fara inn í teiga því að það alveg svona vont spacing oft á tíðum báðum megin, sko. Já, allt eins tekti fyrir góðar skiptur fyrir utan. Bæði lið spila 2-3. Myndir ekki bara fara í box og einn á móti ekstur? Þarftu þess? Nei, þú þarft þess ekki. Hann er þetta góður leikmaður en mér finnst hann ekkert stórkostlegur, sko. Nei, hann ekki þannig leikmaður. Hann er alveg non-athletic samt sem aður. Hann fer ekkert framhjá einu með neinum, sko. Já, hann er svona svolítið bara eins og orri. Hann er bara svo tæknilega góður körfuboltaleikmaður. Hann er góður að fara beint á hringinn, svona bara negla á þetta. En ekkert mikið eitthvað. Bæði hans lönd í stríði. Já. Það reyndar mjög mörg lið í stríði í dag. Ekki lið, lönd. Lönd, já. Hvað ef að færa okkur í Seljan Steinars eða? Já. Steinar með sko mjög varfærnislegan stuð. Nei, hann með 5,5 stuður, þó það. Þetta sko, ég ætlaði fyrst að taka þetta, svo tókst þú þetta. Þannig að ég gerði eitthvað annað. Með Álftanes plus 6,5. Já. I like that. Verður spennandi leikur. Það verður alltaf close, held ég. Já. Sama hvor meginn það dettur. Svo er þetta með plus 14,5 Skaginn. Já. Það gott. Mér finnst það. Ég er ekki að vinna með 50-50 leik að vera með plusinni 15, sko. Ég er ekki að vinna með 15 plus. Nei. Á móti þessu skagaliði svo orðið í dag. Og svo ertu með Þólasöfn plus 17,5. Ég held að stuðlinn sé, spreddið er búið að lækka í 16 inn á Epic, en plus 17,5 er mjög gott. Ég var að skoða Instagram með Ilja Djokovic daginn og hann og Gavrilovic go way back. Næstu vinnir. Bara tróða þess að. Það Instagram perast. Ég minnst gaman að skoða þessu kalla. Hann er ekki jafn mikið ber ofan eins og Milka en flottast strákur samt. Já, mér líst mjög vel að þetta. Þetta eru sko 3 svona leikir þar sem að Álftanes og Skaginn geta alveg vel unnið, sko. Samt svona gott spredd á þessu. Já, maður tekur spretti bara safe betti, sko. Það sem að gæti eins og að gerst er Reimi Martinu með, byrjar að dreifa honum og þeir vinna með 15. Þetta getur að gerst. Takk fyrir að eyðileggja þetta fyrir mig. Það gæti gerst, skilur. Af því Álftanes eru bara það fámennir og slappir. Bara skalið, hvernig maður heyrir ekkert neitt af Reimi Martin. Sama hvað Keflingum að tala við, það veit engin neitt. Eina sem maður heyrði eitthvað var að hann mætir í bara æfingar og nikkar menn og labbar svo bara aftur út, æfir ekkert. Horfur ekki eins svona æfingar. Ég væri Danni, ég myndi segja, Arnar, þetta er bara þinn bolti. Nú pínið þú hann bara út, hörru, það er karfan í horninu, þú ert að fara að skjóta hérna, þú ert ekki að fara eitt eða neitt. Hvað þarf að gera, hanga á bronsi eða? Ég hef aldrei farið þar. Nei, á þenni. Það er lamin ef maður fara hana. Ég? Við? Nei. Þitt verið og ekki ég. Fólk á Suðurnesjum sem elskar umfjöllun körfubolta. Það er þakklátt að það sé umfjöllun hérna hjá okkur. Já. Það sagði einn mér á flugvellinum. Einu af þessum mörgu utanlands bóisaferðinu sem búin að vera að fara í. Já, hann sagði, thank you king, gaman að sjá þig. Veistu ekkert hvað það var? Kallar líka fólk alltaf king og meistara, ég kann vel við svoleiðis. Herðu, förum í minnseðil. Hann gefur 13,5 í stuðul. Sá gráðu í. Já, en samt svo einfaldur. Ertu með Skagan vinn eða? Já. Já. Ég er með Skagan vinn sem að gefur 4,3. Ármann plus 7,5. Það er bara fínt. Þetta Njarðvík gæti alveg unnið þetta, en plus 7,5. Ég mun ekki leikast niður. Þetta verður bara leikur. Og svo er ég með Þorlákshöfn plus 16. Við erum mjög svipum nótum bara. Ég þarf basically bara, ég held að þetta sé 100% fyrir utan Skagan, en ég tek 50-50 Skagasigur fyrir 13 földun. Já. Það ekki? Jú. Þetta bara lúkkar vel seðil fyrir utan það að IR mun vinna í að. Hjú miður.
Ég samt sko, ef við endum þennan þátt í dagstrákar á smá hjali. Þetta ákvörð svona leikur, þeir eru búin að gera þetta í allan vetur. Þeir mjatla þessa sigra á heimavelli. Mér finnst þetta lið, ég veit ekki hvað að mér sko, mér finnst það bara mjög sexy. Já. Bara Steinar Aronslegasta liði heimi sko. Hvað, með 2 fimmur. Geðveikt duglegir, alltaf að berjast en samt einhvern veginn umræðir. Það er orðið í dag. Konum með, Þeir með talentið byrjunlið. Konum með Ivan. Konum með Marcel. Bara 2 gaurar sem eru bara, finnst mér, eiga að vera í topp 5-6 liðunum hana. Voru þar. Og þess að við tölum það er ekki sanngjarnt að Keflavík að reka hann, en þeir þurftu að reyna eitthvað, skilurðu, þeir þurftu að breyta eitthvað. Því hann var ekki búinn að vera lélegur, skilurðu. Og mér finnst bara hvernig Marcel er búinn að vera í þessu liði, bara mér finnst hann geggjaður, því hann er ekkert eðlilega góð varnarmaður. Og svo þegar hann á þessa leiki sem hann setur 20-30 stig, er hann bara geðveikur. Hann er sturlaður í Keflavík-leik. Sturlaður í honum. Við skalið að stólarnir hendu Ívan fyrir hann Finna sem að sko á ekki svona vera að fá borga fyrir spila körfubolta sko, mest að gríns ég hef heyrt það minni sko. Bara gjörsamlega galið. Og svo eru þið með Gojko Sutsum. Þeir eru með 3 gaurar sem eru bara með betri útlendingum í þessu leik, skilurðu. Og Ilja Djokovic og stjórnar þessu öllu. Já, ég fíla hann ekki. Ekki heldur. Já, hann er svolítið svona, hann er odd man out. Hann er dragbítur. Hvernig getur fíla gaur sem er eins og að fara úr mjaðmarliði í skotinu sínu? Já, og hittir aldrei. En hann skýtur líka svo mikið og hann skýtur líka svo ótímabærum skotum með, þú veist, hann spilar eins og Jose Medina. Ég veit það. En bara hann hittir ekki. Hann hittir ekki neitt. Og svo er hann líka með þessar einhentu no-look Jose Medina sendingar, nema bara, bara hann stundum er það bara ándjóks og gæjan hliðin á sér. Já. Það versta er að hann er með ferilinn til að bakka upp eitthvað, hann getur með að reyna þetta sko. Já. En mér finnst hann bara ekki vera góður. Og hann bara fer í smá taugarnar á mér. En svo er það með Styrmi og fleiri gaurar að berjast og ég bara fíla þetta lið sko. Ég fíla það Styrmi en sko hinir eru kannski ekki alveg nógu góðir sko. Nei. En þeir eru að berjast. En þó Ilja Djokovic er með 12,5 stig og 6 stóðsendingar. Og 38% nýtingu eða eitthvað. 33% nýtingu í 7 þristum. Þetta er skárra en ég held sko. Ég held þetta væri mun verra hjá honum sko. Já, svona þetta er skárra en ættesti sínum manni. Já. En svo er hann líka bara alltaf eitthvað tuðandi og með stæla sko. Ég er sammála því. Já, hann er það. Hann er opposite við minn mann sem ég er búinn að nefna hérna 5.000 sinnum, Gojko Sunsum. Hann virðist alltaf vera bara hress og kátur og aldrei hendur vesen á honum. Nei, hann virðist þetta ekki hress og kátur en hann virðist vera mjög svona yfirvegaður. Aldrei eitthvað vesen á honum. Ég hef aldrei séð hann brosa samt sko. Hann lúkar bara alltaf eins og hann sé eitthvað að fara, hann svona lúkar eins og bara svona dyravörður sem er að fara að segja eitthvað við þig. Myndirðu hafa Djokovic eða Lucian frekar í liðinu? Ef þú þurftir að velja milli. Djokovic. Já. Já, við erum kannski að tala frekar þá gæðin hjá Lucian frekar. Já, Lucian er ágætis leikmaður og manneskja, hann er bara fyrstu deildar player, skilur. Ég veit það, en bara fyrir taugarnar að hafa henni inn sko. Já. En ef ég myndi gefa þér trade í að Skallagrímur, Djokovic í Borgarnes, Medina í myndirðu taka því? Já. Með þetta lið? Ég hefði tekið því í fyrra, en Jose í vetur, hann var að tapa fyrir Snæfelli í gær, hann er bara einhvern veginn, ég veit ekki af hverju hann er búinn að vera, en eins og hann er ekki búinn að vera frábær í vetur sko. En hann var svona aukakall í Þór, hann var bara flottur sko. Já, hann var það, en ég meina, hann samt sko. Væri það alltaf í að skilja. Hvað er Medina orðinn gamall? Bara 30 eða eitthvað, 32. En hann er bara, hann hefur alltaf bara verið í umræðin sem, hann hefur verið MVP fyrstdeildar. Já. Svo var hann í umræðinu það þegar hann var í Haugum, svo var hann í Hamri eða ekki, var þá líka í umræðinu það eða var það? Fór svo Þór. Þú veist, en núna einhvern veginn bara svona, hann er bara einna fullt af gaurum sem hleypur upp og niður og skýtur í fyrstdeild sko. Já. Ekkert meira eða minna en það sko. Er ekki hans eina leið einhvern veginn til að halda sér á þessu landi er að ná sér í ríkisborgararétt eða til lengri tíma? Það er alltaf gigg í fyrstdeild. Það, með ári ár. Hefur séð útlendingarna í fyrstdeild í vetur, Steinar? Já. Þú getur mætt í sumlið og sagt bara, þú veitir Igor Igorovic og þú bara fengir $1,500 fyrir að spila í Hamri eða Skallagrím sko. Já. Það hefur aldrei verið jafn margir ömurlegir útlendingar í fyrstu deild og í vetur. Ég er margir útlendingar bara. Ekki, hvað er Clayton Ladín með 3 stig average í vetur eitthvað djöfullin sko? Nei, hann er reynda með meira en hann er búinn að vera mjög slakur. Ég meina að þú ert bara með fullt af liðum sem að, þú veist, út með Skallagrím með 4 útlendinga,
Töpuðu þeir ekki fyrir Fylki daginn eða? Jú. Nefndu mér 3 Íslendinga í Fylki. Karl. Einnig við Ellert, diggur hlustandi þáttarins, vinnur í Grindavík. Ég Shoutout þangað. þjálfaði hann. Ég er að muna hvað sem valstrákar heita allir, sko. Svafa sinni 2. Já, Svafarsynir. Já. Pointið mitt er, þú ert með 4 útlendinga í Skallagrím sem tapa fyrir úlingaflokksleikmönnum Vals. Skilurðu? Já. En hversu fucking glataður erlendur körfuboltamaður ertu þá? Já, það er ekki gott, sko. Ekki gott, látum þetta vera loka orðin. Herriði, takk fyrir komuna, strákar. Já, takk fyrir mig. bara mig. Gott við úti og play-offs, styrsti play-offs. Og... Steinar hressa því að fara að snjóa, engin sinueldur. Já, takk. Það eru loka orðin. What would you question who's better? The world is still mine. Tattoos rare with Godson across the belly. The boss of rap. You saw me in with thoughts like that. To take it back to Africa, I did it with Biggie. Me and Tupac were soldiers of the same struggle. You lames can huddle, your team shook, y'all feel.